Góðan daginn, góðu gestir og velkomnir á þennan morgunfund sem boðað til af hálfu Félagi löggiltra endurskoðenda og Festu-miðstöðvar sjálfbærni og samfélagsábyrgð. Fundurinn ber yfirskriftina Ör þróun í heimi upplýsingagjafar, staðfestingar á sjálfbærni í rekstri. Við erum að bjóða til samtals sjálfbærni í rekstri, skýrslugjöf og mikilvægi staðfestinga á sjálfbærni upplýsingum hjá fyrirtækjum. Það mikil og ör þróun að eiga sér stað varðandi innleiðingu á og samræmda upplýsingagjöf sjálfbærni í rekstri fyrirtækja á Íslandi og erlendis. Fyrirtæki á Íslandi þyrstir í skýrar línur hvernig standa eigi að upplýsingagjöf og staðfestingum á sjálfbærni í rekstri. Mig langar að minna gesti á að það opið fyrir spurningar. Við ætlum að opna fyrir spurningar eftir 3 fyrstu erindin og ég hvet ykkur til að senda inn spurningar. Það sem sagt opin spjallrás inn á streymislóðinni og þið þurfa að fara úr fullum skjá eða full screen til þess að slá inn spurningar og ég vil hvetja ykkur til að vera hnitmiðuð og skorinort þegar þið spyrjið til þess að halda umræðunni markvissri. Mér langar bara til þess að bjóða fyrsta fyrirlesaranum í pontu en áður en ég geri það, þá kannski aðeins að mála mynd af dagskránni í dag. Við ætlum að ræða þessi mál út frá ólíkum sjónarhornum sem endurspegla kannski áheyrendur í dag því áheyrendur koma úr ólíkum geirum og stærðum fyrirtækja á Íslandi í dag og frá hinu opinbera. Við ætlum að byrja því að heyra fá svona innsýn úr heimi endurskoðenda. Síðan ætlum við að fá 2 tiltölulega stutt innlegg frá markaðnum, frá markaðsaðilum og að lokum leiðsögn innsýn frá ráðgjafa. Áður en að við höldum í panel umræður þar sem fulltrúar frá sömu geirum koma saman til þess að ræða bara yfir höfuð ófjárhagslegar upplýsingar ófjárhagslegar. Sem lýsir kannski þeim tímamótum sem við stöndum á og þeim svörum sem við leitum eftir. Mig langar til að bjóða í pontu Margréti Pétursdóttur sem endurskoðandi hjá Ernst & Young. Yfirskrift erindis hennar upplýsingagjöf fyrirtækja sjálfbærni en hún ætlar að fara yfir núverandi lagakröfur, valkosti regluverk og svona þá þróun sem við megum vænta á næstu misserum hvað varðar framsetningu og óháðar staðfestingar. Margrét, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Komiði öll sæl, bæði þau sem eru hér í sal og einnig þau sem eru við tölvuna heima. Ég vil byrja að þakka fyrir í raun og veru þakka og þakka Festu fyrir að standa þessum viðburði saman. Það svo verkefnin og viðfangsefnin sem við erum að fást við, þetta svo mikilvægt, aðkallandi og stórt að því meira sem við hjálpumst að, því líklegri erum við til þess að ná árangri. Þannig að mér finnst þetta bara mjög gott framtak og styð það heils hugar. Mér var uppálagt í dag að tala núverandi lagakröfur, valkosti skýrslugjöf, vænta þróun á komandi misserum, framsetningu og óháðar staðfestingar. Þetta hljómar svolítið pent, en þetta ekkert rosa pent og það mikil áskorun fyrir mig að hafa 20 mínútur. Þannig ég ætla að reyna mitt besta til þess að gefa ykkur svona smá innsýn inn í þetta. Aðeins að fyrst að því að áður en ég finn efnið sjálft, þá þarf ég að setja þetta svona náttúrulega aðeins í samhengi. Þið vitið náttúrulega öll hvernig staðan í loftslagsmálunum og við verðum öll að grípa til aðgerða. En loftslagsmálin, þau eru bara einn hluti á sjálfbærni og krafan að fyrirtæki sinni sjálfbærni og leggja sitt af mörkum orðin mjög hávær og hún mun ekkert gera nema verða háværari. Launþegar, viðskiptavinir, lánveitendur, yfirvöld, bara allir hagaðalarnir úti þeir að kalla eftir aðgerðum og upplýsingum.
svo þeir allir geti tekið ákvarðanir eins og þeir vilja og þeim hentar miðað við því að þeir vilja leggja sitt af mörkum líka. Við hjá EY gerðum könnun í lok árs 2018. Hún er svolítið gömul, en við sjáum hérna á glærunni að hversu miklu máli sjálfbærni upplýsingar eru farnir að skipta máli í ákvörðunum fjárfestingar. Og við sjáum að við erum að tala um tölur upp á 96 og 97% sem að segja að þessi orðið lykilatriði hjá þeim. Og svo erum við að tala 90–95% sem eru að segja að þeir munu bara endurhugsa fjárfestingar kosti ef að þessi atriði sem þið sjá hérna á glærunni til staðar. Þannig að það ekki mikið rými fyrir þessi hlutföll að hækka síðan 2018, en þau hafa örugglega ekki lækkað og það væri mjög áhugavert að sjá hvernig svona könnun lítur út. Á glærunni sjáum þið líka mynd af fríðum hópi fólks. Þarna hún Katrín Jakobsdóttir, okkar forsætisráðherra í forgrunni, en þarna svona kannski mikilvægt atriði sem átti sér stað á Íslandi í fyrra haust, þar sem var yfirlýsing frá 80% allra þegar fjárfestar sem ráða yfir 80% af fjárfestingum á landinu með yfirlýsingu að þeir vilja byggja upp sjálfbært Ísland eftir COVID. Við erum náttúrulega alls ekki eini í þessu. Það er alveg sama hvert litið er. Það er alls staðar verið að tala sjálfbæra uppbyggingu hagkerfa eftir COVID og ég held að Festa hafi nú verið með eitthvað bara viðburð það ekki fyrir svo löngu. Það sem ég ætla að tala í dag að útbúa og birta sjálfbærniskýrslu og óháða staðfestingu. Það mjög mikilvægt. En ef að hin 3 stigin ekki til staðar áður en kemur að skýrslugjöf, þá ekkert frá neinu að segja. Þannig að mikilvægi, ég ætla ekki að draga úr mikilvægi skýrslugjafar, en skýrslunar fjalla bara það sem gerðist. Og ef það gerðist ekki, þá ekki frá neinu að segja. En ég ætla að tala hérna aðeins 4 og 5. Og það sem að á Íslandi eru lagakröfurnar til fyrirtækjanna settar fram í lögum ársreikninga. Ég held að það sé í raun og veru eina lagaskyldan sem til staðar, en það má vera að það sé ekki rétt hjá mér. Þannig að við eða kannski fyrirtækin í fyrsta kasti þurfa að horfa til þess að þau verða allavega að uppfylla lagakröfur. Þannig að hvað segja þessi lög? Það margumrædd 66 grein D, þeir sem í þessu fagi, þeir farnir að bara dreyma þessa grein á nóttinni. Svo aðrir sem vita bara ekkert hvað þetta og það akkúrat við þá sem ég ætla að reyna að tala í dag, þá sem vita ekkert hvað þetta og reyna að halda þessu svolítið svona, að gefa svona smá high level afsakislettuna yfirlit. Það sem ég ætla að reyna að gera að tala fyrst hver á að fylgja þessu. Það þurfi ekki öll fyrirtæki fylgja. Frá hverju á að segja, hvar fæ ég leiðbeiningar til þess að gera þetta og byrja og síðan hvar á að birta þetta sem kannski minnst mikilvægasta atriðið. Og þá byrjum við á því hverjir eiga að fylgja reglunum. Eðli málsins samkvæmt að þá gerðar ríkari kröfur til að þeirra fyrirtækja sem þykja hafa með almannahagsmuni að gera. Og fyrir þau sem ekki vita að þá eru einingar tengdar almannahagsmunum, þær eru skammstafar ETA á Íslandi, sem svona aðeins að ná að festa sig í málinu, en PI var það sem alltaf notað hérna áður, Public Interest Entity. Þannig að ef þið eru að lesa eitthvað þetta, þá áttið ykkur á þessum skammstöfunum. Nú, einingar tengdar almannahagsmunum, þetta eru skráð félög, það eru skuldabréf og hlutabréf, það eru lífeyrissjóðir, lánastofnanir, vátryggingafélög og síðan það stór félög í tilteknum atvinnugreinum.
það ekkert mjög langt síðan að voru gera breytingar á lögunum og skilgreiningin á því hvað einingatengdar almannahagsmunum, hún var útvíkkuð mjög mikið og það í raun og veru alveg í samræmi við allt sem að að gerast í því að það verið að gera ríkari kröfur til fyrirtækja sem eru talin hafa með almannahagsmuni að gera. Það voru áður bara í raun og veru skráð félög og lífeyrissjóðir og þessi félög sem voru í tiltekinni starfsemi inni. En núna búið að bæta við þeir sem eru með aflahlutdeild og þeir sem eru í raforkunni, þeir sem eru í stórnotendunni, þeir sem eru í fluginu og það hefur náttúrulega sýnt sig hvað eins og rekstur flugfélag getur haft mikil áhrif á í raun og veru almannahagsmuni. Þannig að það verið að útvíkka þetta og þetta eru þau félög sem eru undir. Og þá til glöggvunar að hver ákveður hvað stórt félag, af því það bara stór félög í þessum atvinnugreinum sem að eiga fylgja lögunum. Nú, stórt félag, það skilgreint í lögum ársreikninga og það mælikvarðar sem notaðir eru eignir, velta og ársverk. Og það þarf að uppfylla 2 af 3 skilyrðum á uppgjörsdegi. Þá orðið stórt félag og þá fellur undir 66 grein D. Og síðan nýleg breyting að stórar samstæður eru komin inn. Eða móðurfélag stóra samstæða fyrirgefið, það breytingin. Það var ekki inn í lögunum áður. Þannig að þetta hverjir eiga að fylgja. Og þá segjum við næst, ok, það fyrirtækið á að fylgja og hvað þá allast til þess að ég geri, frá hverju á ég að segja. Og það sem að meginkröfurnar koma þarna fram í fyrstu málsgreininni, það á að birta upplýsingar sem eru nauðsynlegar til að leggja mat á þróun, umfang, stöðu og áhrif félagsins. Og síðan á að fjalla eitthvað að lágmarki sem kemur fram fyrir neðan og síðan á að skýra frá þessum atriðum líka viðskiptalíkan, stefnu, lýsingu og áreiðanleika könnunarferli, árangur af stefnu, áhættur sem eru líklegar til að hafa skaðleg áhrif og hvernig félagið tekst á við það og síðan lykil mælikvarða sem að fyrirtækið hefur sett sér að vinna að. Og síðan ef að það ekki til staðar stefna þessi tilteknu mál sem þarna koma fram, þá þarf bara að gera svo vel að gera rökstudda grein fyrir því af hverju það ekki svona. Þannig að þetta gríðarlega yfirgripsmikla kröfur. Þetta þannig að maður byrjar að lesa og þá þarf maður að lesa það bara alveg oft og svo fer maður að reyna að flokka og svo reynir maður einhvern veginn að sortera þetta svo maður finni út úr þessu. En þetta mjög yfirgripsmikið. Það hægt í raun og vera að fella nánast hvað sem að inn í þetta. Það sem að það svo mikilvægt að við tölum svolítið einu munni þeir aðilar sem hafa með þessi mál að gera og það líka ástæðan fyrir því að við erum á þessu vettvangi í dag með festu. Það svo mikilvægt við tölum einum rómi til þess að reyna að hjálpa fyrirtækjum í að glöggva sig á því hverju þau fara eftir og hvað þau að gera. Og ársreikningaskrá gríðarlega mikilvægur hagaðili í þessu sambandi. Og við undirbúning þessara kynningar þá ræddi ég bara við hann Halldór Pálsson hjá Ársreikningaskrá og spurði hann, hvað það hvað það bara heyra hans sjónarmið, hvað skilaboð ég geti borið til ykkar. En Ársreikningaskrá hefur í 3 ár núna í röð haft sjálfbærni upplýsingar sem áhersluþátt í eftirliti sínu. Og í árslok 2018 þá var niðurstaða eftirlitsins að verulegra úrbóta væri þörf. Og hann Halldór okkar var ekki mjög glaður þá. Og þá vildi ég vita núna hvernig þetta núna, 2020 og 2019, þá kemur ekkert fram í áherslum eftirlitsins hver staðan Þannig ég hringdi hann Halldór og hann segir
það hefur verið veruleg bæting í félögum á markaði, en það er verulegra úrbóta þörf hjá öðrum félögum. Svolítið svona heilt yfir. Auðvitað eru félögin á milli sem eru að gera góða hluti. Þannig að við erum búin að ná árangur þá greinilega. Frá 2018 þá var bara verulega úrbóta þörf hjá öllum, en núna tekur skráðu félögin út fyrir og segir það verulega úrbóta þörf hjá hinum en ekki hjá skráðum. Það er bara mjög jákvætt á bara 2 árum að það sé þannig. Það sem hann nefnir helst sem hann segir að umfjöllunin á boilerplate, það vantar gjarnan hver það sem staðfesti ferlið og tekur það út og hver var niðurstaðan og hann vil ekki sjá hvað menn eru duglegir að endurvinna pappír á skrifstofunni, hann segist sjá það svolítið. Og lykilmælikvarðar, hún finnst það svolítið skorta á þar. Þannig að þetta eru svona skilaboðin frá ársreikningaskrá. Við erum að ná töluverðum árangri í skráðufélögum, en hin félögin þurfa að bæta sig. Þá förum við í hvað eru leiðbeiningar. Áhersluatriðin hjá ársreikningaskrá vísa í leiðbeiningar sem að koma frá Evrópusambandinu, sem þið sjá hérna á skjánum. Annars verður að ræða leiðbeiningar sem taka svolítið hugtökin og er að vinna með þau, og þetta er mjög gott í raun og veru, þetta er gott plagg til að lesa í gegnum svona sem fyrsta skref, af því að þetta þarf að vera, maður þarf að hafa ákveðna hluti í huga eins og mikilvægi. Það er mjög mikilvægt að það sé sagt frá því sem er mikilvægt en ekki því sem er minna mikilvægt. Þannig að það er mjög gott að hita upp í þessu, og síðan er búin að koma viðbótar leiðbeiningar sem er þarna varðandi umhverfisþættina, því að það er sérstök áhersla hjá Evrópusambandinu á umhverfisþáttunum. Þeir byrja sjálfbærni vegferð Evrópusambandsins, þeir byrja bara á umhverfisþáttunum og svo koma hinir á eftir. En það er ekki skylda að fara eftir þessu. En það er vísað í þetta sem góða leiðbeiningar, og þegar er það að ræða að ársreikningaskrá er að meta hvort það hafi verið farið eftir kröfunum sem koma fram í 2007 grein, þá er þetta notað sem lögskýringargagn. Þannig að það er bara mjög gott að glöggva sig á þessu. Og ég setti í ljósi þess að ég hef ekki tíma til að fara neitt onni, þá setti ég tengla í báða þessar útgáfur og eins líka í áhersluatriðin. Svo rétt áður en ég lík við lög ársreikninga, að þá er hvar á að birta þessar upplýsingar. Kannski hugsaði maður, já, það skiptir ekkit rosalega miklu máli hvar á að birta þetta þarf bara að vera voðalega skýrt. En í lögunum stendur að það skuli birta í yfirliti með skýrslustjórnar, og þetta fellur undir lögum ársreikninga, og þá þarf að varðveita þetta í 25 ár. Og það er mjög erfitt að varðveita eitthvað í 25 ár sem er ekki vel aðgreint og frá öðrum upplýsingum, af því að það eru dæmi að fyrirtæki eru með smá í skýrslustjórnar, smá í ársskýrslunni, smá í sjálfbærniskýrslu og svo bara eitthvað á netinu. Þannig að hvernig ætlar að varðveita þetta í 25 ár? Þannig að það er mjög mikilvægt, og ársreikningaskrá leggur mjög mikla áherslu á það, að þetta sé í sér skýrslu sem að vísað er í skýrslustjórnar í ársreikningi, og þar séu heildstæð upplýsingagjöf. Þetta skiptir aðeins máli hvar á að birta varðandi staðfestinguna. Þið vitið að eins og með skráð félag, þá er alltaf endurskoðandi sem endurskoðar ársreikninginn og kannar árshlutareikninginn. En er hann þá að endurskoða og kanna þessar upplýsingar líka? Og það er búið að skoða þetta heilmikið og ræða, af því að það er misvísandi mál í gangi með það. En það er komið fram álit frá nefnd sem að tók máli fyrir, sem að segja nei, þetta er ekki hluti, þetta er ekki innifalið í áritun endurskoðandans. En hins vegar eru sérstakar kröfur þar sem endurskoðandinn þarf að staðfesta að þær upplýsingar sem eru komnar fram séu til staðar, en það segir ekkert gæðið eða innihaldið eða neitt slíkt.
Þannig að þetta er bara svolítið mikilvægt. Ok, þetta það sem að ársreikningaskrá segir, þetta eru kröfurnar sem eru gerðar hjá ársreikningaskrá, hvar eru leiðbeiningar, hvar á að birta þetta. En eru valkostir skýrslugjöf? Af því að við tölum það ekkert sem skylda hjá ársreikningaskrá, bara góð viðmið. Já, heldur betur. Það eru nokkri valkostir skýrslugjöf. Það eru svona tæplega 700 ýmsar leiðbeiningar, reglur, alls konar til. Það tala þessar 5 stóru, sem eru 5 stóru staðlaverkin og svo allt hitt. Þannig að það eru heldur betur leiðbeiningar. Og bæði í raun og veru þeir sem eru að búa til upplýsingarnar og ekki síður þeir sem eru að nota þessar upplýsingar, þeir vita náttúrulega ekki í hvort fótinn þeir eiga að stíga. Af því að ef eitt fyrirtæki fer eftir einu og annað fer eftir einhverju öðru og svo eru sum sem fara bara eftir mörgu og hvernig ætlar að bera þetta saman? Það sem maður verið að gera. Hvernig ætlar að taka fyrirtæki fjárfestir í einni atvinnugrein og bera saman eins og þú tekur rekstrarreikning og efnahagsreikning og ber saman EBITDA og tekjur og eitthvað slíkt. Þetta bara ekki samanburðarhæft. Og allavega myndu notendur verið mjög miklum erfiðleikum þegar öll þessi regluverk eru til staðar. Þessi þrýstingur á samræmingu, hann hefur ekkert gert nema aukast og COVID einhvern veginn sett hann bara einhvern veginn upp á annað stig. Hraðinn er miklu meiri í því. Já, sæll Hrund, 2 mínútur. þetta er skemmtilega stuttur tími. Allavega, það þannig að það er mikið að gerast á alþjóðlega vettvangi. Á þessari glæru sjáið þið tillögu sem kom fram frá Evrópusamtökum endurskoðenda þar sem þeir voru að tala fyrir því að þetta alþjóðlega reikningsskilaráðið sem býr til þessa alþjóðlegu reikningsskilastaðla. Þetta eru staðlar sem þykja að miklum gæðum og eru viðurkenndir allan heim og meira að segja líka í Ameríku. Og þá þótti þetta heitir IFRS Foundation sem þetta byggir á, að þeir þóttu kannski svona besti maðurinn í verkið, hvort að þeir vildu ekki bara taka þetta að sér og stofna annar ráð sem þá fjalla sjálfbærni upplýsingarnar og þeir bara svona kannski í mjög stuttu máli, þeir sögðu bara já kannski, svo spurðu markaðurinn og markaðurinn sagði já og þeir sagði já, við erum örugglega að fara að gera þetta og þetta að koma núna örugglega í lok ársins. Og ég sé það fyrir mér og ég ræddi einmitt við hann Halldór á ársreikningaskrá hvað hann sagði fyrir sér og við vorum svolítið svona að sjá sömu hlutina fyrir okkur að það að ef þú ert hérna núna, til dæmis skráð félag sem bætir IFRS, að þá myndu verða hér með ófjárhagslegu upplýsingarnar, að skyldan muni þá fara yfir á IFRS félögin líka. Þannig við sáum þetta bæði einhvern veginn fyrir okkur með þessum hætti sem bara, við veitum ekkert hvað verður en það ég myndi segja að mjög líklegt. Evrópuþróun líka komin bara eins og hér segir, þetta líka frá Evrópusamtökum endurskoðenda, hún komin á next level, það bara ákallið svo mikið. Fleiri fyrirtæki undir, einfaldari reglur fyrir lítið félög, það verður staðlar sem verður skylt að fylgja og það verður náttúrulega bylting, munið eftir glæruna þetta áðan með öllum valkostunum til staðar. Þannig að það verður bara einn staðall, þú bara að fylgja honum. Og síðan sem náttúrulega algjört nýnæmi að það verður óháða staðfestingin, hún verður skylda og það bara eitt ríki í heiminum núna sem með það í skyldu, þannig að Evrópa í fararbroddi í þessari þróun. Og þetta komið fram í, ég held, tilskipun, frekar heldur en reglugerð og þarf þá að fara inn í lög viðkomandi ríkis. Þetta tekur einhver tíma, sérstaklega þegar við erum ekki í Evrópusambandinu, heldur erum við í Evrópska efnahagssambandinu, en þetta bara handan við hornið að við fáum þennan nýja staðal sem okkur verður skylt að beita. Og þá sér maður fyrir sér að þessi staðall komi í staði fyrir það sem núna í 66D og það verður þá fyrir öll hin fyrirtækin. Þannig að þetta horfir einhvern veginn allt til betri vegar. Ég hleyp hratt yfir sögu, þið fáið glærurnar og getur glöggvað ykkur á þeim og linkunum. En bara
bara taka saman, þetta allt að breytast mjög hratt og það vegna þess hvað þörfin rík. Öll félög þurfa að setja sjálfbærni sín í forgang og ætla að lifa af. Muna skýrslugjöfin, afar mikilvæg, en samt frásögn. Það mikilvægast að byrjar fyrir í ferlinu. Og og líka hafa í huga að gildi upplýsingarna það margfaldast við óháða staðfestingu, alveg það sama eins og fjárhagsupplýsingar sem eru í ársreikningi sem engu skráðu félagi dytti í huga að leggja fram óendurskoðaðar. Þannig að þá lýk ég máli mínu. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Margrét. Þú fékkst fíl til að búta niður. Þú stóðst þig glæsilega. Næst ætlum við að fá í pontu Dr. Reynir Smára Atlason. Hann sérfræðingur í sjálfbærni hjá Landsbankanum og hann ætlar að segja okkur frá endurskoðun á kolefnisspori Landsbankans. Gjörðu svo vel, Reynir. Góðan daginn allsumul. Eins og hún nefndi þá ég Reynir Smári og vinn sem sagt hjá Landsbankanum einungis í þessum málaflokki. Við erum 2 þar sem erum bara að vinna að sjálfbærnimálum og ég hef stuttan tíma og hef svona ýmislegt að renna yfir og ég ætla að reyna að vera hafa þetta skorinort. En saga Landsbankans í þessum sjálfbærnimálaflokki dregur sig alveg aftur til 1992 cirka bát. Við höfum gefið út GRI-skýrslu 10 sinnum, í 10. skipti núna fyrir árið 2020 og það var jafnframt í fyrsta skipti sem að hún var endurskoðuð og þá af Deloitte. Svona eins og Margrét kom inn á áðan þá þetta svona súpa af alls konar aðildum og stöðlum og aðferðum sem eru í boði og við förum ekkert varhluta af því. Þið sjáu þarna við höfum gengist undir ýmislegt hingað til en við reynum svona ég vildi reyna að teikna upp einhverja mynd af þessu, hvernig þetta lítur út fyrir okkur og við erum sem sagt að senda inn upplýsingar á ákveðna staði, bara nánast fysiskt erum að upplóta upplýsingum, við erum að fylgja ákveðnum leiðbeiningum við að búa upplýsingarna til, svo eru aðilar að hinu og þessum samtökum og svo erum við reglulega tekin út af það sem á sjálfbærni áhætta Landsbankans metin, þá fyrirtækjum eins og Sustainalytics eða Reitun. Og hérna reyni ég að tengja hvernig þetta lítur allt saman út eins og við sjáum þetta. Og þið sjáu að þetta bara alveg eins og Margrét sagði, þetta súpa og fyrir okkur að reyna að navigata þetta einhvern veginn getur verið smá flókið. Og síðan sitjum ég og Aðalheiður og reynum að toga upplýsingar innan úr bankanum og úr aðfangakeðju okkar til þess að setja saman þá þetta viðeigandi efni og koma því á réttarstaði og fylgja öllum þessum viðmiðum og reglum og lögum sem eru líka að koma frá Evrópusambandinu bráðum til þess að setja þetta allt saman í eðlilegt samhengi. Nú, markmiðið hjá okkur í þessu var í rauninni í nokkrum þáttum. Eitt var að fá staðfestingu frá óháðum aðila á því að það sem við erum að reikna sé allt eðlilegt og fylgir þeim kröfum sem markaðurinn setur. Svo viljum við líka fá staðfestingu út á við á þess að uppruni þeirra gagna sem við erum að nota sé líka réttur og með þessu erum við að koma í veg fyrir til dæmis orðsporsáhættu sem getur verið ef að það kæmi eitthvað rangt fram í þessum upplýsingum. Þegar núna eru bara allir bankarnir að birta þetta og fjármálafyrirtæki almennt sé að birta þetta í miklu meiri mæli. Ef við skoðum þá var mjög áhugaverð umhverfiskönnun frá Gallup sem birtist daginn og það var áhugavert að sjá hvernig meðvitund almennings að aukast kolefnisspor banka og að vera meðvitaður að óbeint kolefnisspor banka gífurlega stórt. En ég held að þetta sé svolítið að skýrast, þessar leiðbeiningar allar, eins og, ég vil nú ekki
benda mikið á hana Margréti, en hún kom með marga góða punkta sem ég er svolítið endurtaka hérna. Ég býst við því að í náni framtíð munu þessar helstu leiðbeiningar sameinast og við sjáum að það eru þegar að koma út svona merki að sú vinna sé þegar í gangi. Ég sé þarna CTP, Geri og fleiri eru núna að vinna að einhverju vinnu til þess að sameina þessar leiðbeiningar og svo einnig líka þessar endurskoðunarstofur. Ég vona innilega að hérna verði eitthvað sem við getum notað almennt, en þetta verði ekki í rauninni enn einar leiðbeiningarnar sem bætast á í þessa súpu. Sko, síðan í okkar vinnu sem við vorum að birta núna síðast, að þá kolefnissporið okkar í rauninni endurskoðað tvisvar. Fyrst er Deloitte sem fer yfir rauninni alla sjálfbærniskýrsluna, reyndar ekki alla, hlut af henni, en síðan kolefnissporið skoðað síðan aftur af bresku fyrirtæki sem heitir Turley, af því að við kaupum síðan vottar kolefniseiningar til þess að kolefnisjafna hluta rekstursins. Og Turley segir, við ætlum ekki að taka þær upplýsingar sem koma frá ykkur eins og þær eru, við ætlum að double-checka að þetta sé allt saman eðlilegt. Og það var mjög strangt ferli og í rauninni bara ánægjulegt og líka mjög ánægjuleg vinna með Deloitte. En við sjáum að þarna sjáum við bara niðurstöðurnar hjá okkur og það er bara mjög fínt að þær séu endurskoðaðar. En hins vegar býr þetta til kannski líka við endurskoðunin lyftir smá spegli til okkar og við sjáum til dæmis eitthvað sem við munum passa okkur á næst til dæmis í endurskoðunarferlinu að þá eru mögulega upplýsingar í aðfangakeðjunni sem við notum til þess að reikna út okkar kolefnisspor uppfærðar síðar, skiljið. Þannig að þegar við erum að sýna fram á upplýsingarnar hvaðan þær koma, að þá eru þær mögulega ennþá í vinnslu hjá til dæmis veitufyrirtækjum eða hverjum sem við erum að kaupa til dæmis þjónustu af. Og það er svona praktísk atriði sem við rákum okkur á sem eru gott að muna þá í rauninni næst og setja þá upp nýja ferla til þess að passa upp á þetta. Ég get séð mögulega nokkrar áskoranir fyrir endurskoðendur og það að það eru bara mismunandi fyrirtæki, þau eru í mismunandi starfsemi og þetta sem oft nefnt á ensku materiality mismunandi fyrir fyrirtæki og sem þýðir að til dæmis í kolefnisspori að þá verða mismunandi upplýsingar gefnar upp og endurskoðunar fyrirtækin þurfa að hafa þekkingu innanhús til þess að geta metið þessar upplýsingar. Hérna tek ég bara dæmi, við kaupum eitthvað magn af tölvum á hverju ári og við notum svokallar LCA-greiningar til þess að áætla kolefnisspor þessara tölva og við þurfum að taka þessar upplýsingar, vinna svolítið með þær áður en við setja þær inn í útreikningana samkvæmt Greenhouse Gas Protocol. Og það var bara mjög fínt að í endurskoðunar vinnunni, þessum tveim, að þá fengum við, það var augljóst að þeir sérfræðingar sem komu þar að vissu nákvæmlega hvernig þetta ætti að vera höndlað. Þetta er það sem ég hef að segja, sko. Það er svona líka varðandi gagnasöfnun. Ég held að þetta eftir að formast svolítið núna næstu árin, hvernig við sýnum, hvernig við söfnum öllum gögnunum innanhús og líka bara þjálfa starfsfólkið innanhús að taka saman viðeigandi gögn og þannig að ég held að þegar reynslan fyrir að byggjast upp innanlands á endurskoðuninni að þá bæði hjá starfsfólki innanhús og hjá endurskoðunarstofunum að þá verður þetta svona meira smooth ferli. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Reynir. Þetta var bæði mjög flókið sem þú málaðir upp og eins og Margrét líka. Þetta ákveðin svona frumskógur og ég veit bara fyrir víst að það eru margir að upplifa þannig og kannski þeir sem eru að hlusta eru að hugsa bara Jesus Christ, hvað er maður að byrja? En í rauninni vegferðin frekar skýr. Við erum hérna að tala vissulega öra þróun í heimi upplýsingagjafar sjálfbærni í rekstri, en við erum líka að tala mikilvægi þess að þessi upplýsingagjöf sé samræmd. Og við höfum heyrt að það eru fjöldinn allur af skapalónum, leiðbeiningum,
sem hægt að styðjast við á þessari vegferð og það hefur verið nefnt í báðum fyrirlestrum sem langar til að undirstrika að það eru svona risar út í heimi og við hérna heima líka að vinna mjög statt og stöðugt að því að samræma þetta og gera þetta straumlínulagaðara og einfaldara. Þannig að það er von gefandi fyrir okkur öll. Þetta verður einn daginn bara miðlægt í rekstri hugsanlega. En allavega, mér langar til þess að bjóða næsta í pontu hana Mörtu Hermannsdóttur. Hún er sérfræðingur í áhættustýringu og UFS sem stendur fyrir umhverfisfélagsþætti og góða stjórnunarhætti í rekstri hjá Eyrir Venture Management og erindi hennar heitir sjálfbærni og sprotafyrirtæki. Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Rosalega gaman að vera hérna með ykkur og ég er sem sagt sérfræðingur í UFS og áhættustýringu hjá Eyrir Venture Management og ég ætla að tala sjálfbærni út frá minni vinnu með sprotafyrirtækjum. Þannig ég kannski að taka þetta svona einu skrefi áður en við erum komin í flóknu staðlana og endurskoðuðu skýrslurnar sem hefur verið svona meira rætt hér í dag. En mér langar bara að byrja á að segja hvað ég er þakklát fyrir svona vettvang sem við fáum til að eiga opna og fræðandi umræðu sjálfbærni. Þetta er eitt af þessum málum þar sem að við erum öll að vinna sama stóra markmiðinu og það er svo mikilvægt að geta lært á hverju öðru og deilt reynslu því að algjör óþarfi er alltaf að finna upp hjólið. En Eyrir Venture Management er sem sagt rekstraraðili sérhæfðra sjóða sem fjárfestir í sprotafyrirtækjum og við höfum sett okkur stefnu og markmið ábyrga fjárfestingar sem felur í sér hvernig við innleiðum þessa umhverfis- og félagsþætti og góða stjórnunarhætti í alla okkar fjárfestingar ákvarðanir og okkar eigendastefnu. Við gerum þetta ekki bara því að við teljum að vera okkar samfélagslega ábyrgð, heldur er það líka bara góð business ákvörðun. Þetta er góð áhættustýring sem gerir okkur kleift að vera í sjálfbærri ávöxtun til lengri tíma og eins og þið vitið þá erum við langt frá að vera eina fjárfestingafélagi sem hefur sett sér svona stefnu. Það er gríðarlega mikil aukning í áhuga fjárfesta á sjálfbærni. Ástæðurnar fyrir því eru kannski svona helstu ástæðurnar eru kannski tvær. Það hefur bara sýnt sig á síðustu árum að fyrirtæki sem að standa sig vel í UFS, þau eru bara að standa sig betur almennt og við sáum það kannski sérstaklega í fyrra á tímum COVID að þau eru betur í stakk búin til þess að takast á við óvænt áföll. En svo eins og hefur verið komið inn á þá er líka bara aukin krafa frá eftirlitsaðilum að fjárfestar sýni ábyrgð og fókusi á sjálfbærni í sinni vinnu. En það er ekkert bara nóg að þeir segist vera með græna sjóði eða að styðja hausmarkmiðin, það þarf að sýna svart og hvítu hvernig verið að gera það og þetta bæði við fjármálafyrirtæki og önnur. En þessi krafa hefur mestuleyti eins og Margrét kom inn á áðan verið á stór fyrirtæki og fyrirtæki sem vinna í almannahagsmunum en ég held að sé nú bara tímaspursmál hvenær það mun víkka og smærri fyrirtæki munu þurfa að standa sömu kröfur. Svo við höldum að sé óbúslega mikilvægt að öll fyrirtæki, smá fyrirtæki líka, horfi á sjálfbærni bara allt frá fyrstu skrefum og í rauninni höldum að það sé bara nauðsynlegt ef við ætlum að geta stöðvað óæskilega þróun og tekist á við áskoranir framtíðarinnar. Síðan held ég líka að við megum ekki hugsa sjálfbærni sem einhvers konar lúxus sem að fyrirtæki mega svona fyrst fara að einbeita sér að þegar þau eru búin að stækka, þau eru búin að skala upp eða búin í helstu vöruþróun. Sjálfbærni getur nefnilega verið óbúslega mikilvægur og verðmætur svona undirliggjandi þáttur og hjálpa fyrirtækjum að koma auga á ný tækifæri, að kannski laða sér nýja viðskiptavini, hagræði í rekstri og bara öðlast samkeppnisforskot. Þannig að við viljum hvetja öll fyrirtæki til þess að byrja að huga sjálfbærni sem fyrst. En það þýðir ekki að sé einfalt eins og við höfum séð. Þetta er mikil súpa og flókið og meiri sér stór fyrirtæki með sérhæfða starfsmenn eiga í vandræðum með þetta, þannig að það er ekkert skrítið að sprotafyrirtæki og lítil fyrirtæki séu í miklum vandræðum. Það er rosalega hár þröskuldur, það er mikið að læra, það er erfitt að velja úr hvaða stöðlum og leiðbeiningum á að fylgja og svo er það nú bara þannig að
sprotafyrirtæki og frumkvöðlar eru alltaf upptekin fyrstu árin. Það er aldrei nægur tími eða peningar eða starfsfólk í að sinna verkefnum. Og svo er engin einn leiðarvísir, það er ekki skref fyrir skref hvernig átt að verða sjálfbært fyrirtæki og kannski sérstaklega ekki fyrir smá fyrirtæki sem eru að horfast í augu við kannski aðeins öðruvísi áskorunni heldur en þessi stóru. Þannig að við höfum reynt að búa til þennan ramma fyrir okkar fyrirtæki til þess að gera þeim kleift að hefja þessa vegferð án þess að sé of yfirþyrmandi eða flókið. Og við byrjuðum strax þegar við byrjuðum að íhuga þessa vinnu þá sáum við að við þurftum eiginlega að vera með svona tvöfalt kerfi. Annars vegar mjög svona almenna og kerfisbundna nálgun þar sem að við notumst við þekkta stóra staðla. Við byggum til lista af UFS þáttum, byggjum meðal annars á NASDAQ-leiðbeiningum og TFCD og fleiri. Og ákváðum sem sagt að nota þennan lista svo að vera hægt að bera saman bara fyrirtæki frá ári til árs, bera saman ólík fyrirtæki í eignasafninu okkar og undirbúið svolítið að fylgja stærri stöðlum og leiðbeiningum þegar að því kæmi. En síðan vildum við líka hafa mjög sérstæða nálgun þar sem við horfum á mikilvægustu UFS áhætturnar og tækifærin í þeirra rekstri. Af því að mikilvægi eða materiality á ensku er eiginlega mikilvægasta atriðið þegar kemur að sjálfbærnivinnu smærri fyrirtækja. Það þarf að huga að þeim atriðum sem eru stærst og skipta mestu máli í þeirra rekstri. Og síðan ákveðum við líka að við þurfum að vinna rosalega náið með stjórnendum fyrirtækjanna allt frá upphafi. Þetta er bæði bara til þess að deila okkar reynslu og þekkingu til þess að stjórnendur myndu tileinka sér þekkinguna UFS og sjálfbærni og til þess að tryggja að hugafæri að sjálfbærni væri mikilvægt undirliggjandi þema í öllu kæmist virkilega inn í allt fyrirtækið. Og það hefur gengið bara óbærslega vel. En við erum með svona þrjú stór markmið þegar kemur að þessari UFS og sjálfbærni vinnu. Í fyrsta lagi að fyrirtækin skapi þessa þekkingu og reynslu á sviði UFS og sjálfbærni innanhús þannig að þau geti haldið áfram í þessari vegferð þó svo við förum út sem fjárfestir. Við viljum ekki bara að gera þetta fyrir okkur. Í öðru lagi að undirbúa þau þannig að þau geti tekið upp formulegri staðla og skýrslugjöf og vottanir þegar að þau kemur í þeirra rekstri. Og svo að sjálfbærni og UFS verði svona undirliggjandi þáttur í öllu saman. Ekki eitthvað að tikka í boxið æfing sem er bara á ábyrgð starfsmannsins sem að sér skýrslugjöfina, heldur sameiginleg ábyrgð allra og undirliggjandi í öllum vexti og þróun fyrirtækisins. Sjálfbærni hefur nú alltaf verið stór þáttur í fjárfestingarstefnu Eyris en við ákveðum sem sagt fyrra að leggjast í mjög mikla vinnu við að svona aðeins formlegri hátt innleiða UFS og sjálfbærni inn í öll skref í okkar fjárfestingarstefnu og alla eigendastefnu. Og ég hef nú takmarkaðan tíma en ég ætla ekki að fara í gegnum þetta allt saman en þið getið bara kíkt á þetta á glærunum. En ég ætla núna aðalega að horfa á sem sagt hvað við gerum þegar við erum búin að ákveða að fjárfesta í fyrirtæki, hvernig við vinnum sem eigendur. Og þetta kemur nú allt eitthvað voðalega skrítið út, þetta var að vera voða fínn hringur. Ég veit ekki alveg hvernig stendur á þessu. En fyrsta skrefið er sem sagt að við setjumst niður með stjórnendum og förum í gegnum þennan almenna UFS-lista sem ég nefndi hérna áðan og þetta er bara til þess að fá svona grófa mynd af hvar fyrirtæki stendur. Við erum ekki ætlast til þess að fyrirtækin teki í öll boxin og sé að gera allt vel á fyrsta degi og ekki einu sinni er endilega markmið að komast þangað á næstu örfáu árum, heldur bara að fá svona almennt yfirlit og geta borið saman. Því næst þá horfum við á reksturinn, við horfum á hvar fyrirtækið er, hvert það ætlar að fara og finnum út hver eru mikilvægustu bæði UFS áhætturnar og tækifærin í þeirra rekstri. Út frá því setjum við niður markmið með fyrirtækinu. Og þessi markmið þurfa að vera mjög skýr, þau þurfa að vera mælanleg og raunhæf og með fyrirfram ákveðin tímaramma. Og ákveðum saman hvernig fyrirtæki ætlar að vinna þessi markmiðum og við vinnum á svona ársgrundvelli, þannig að við erum að horfa á alltaf 12 mánuði í senn. Síðan vinnur fyrirtækið að þessi markmiðum yfir árið. Við erum í nánu sambandi við þau og aðlögum markmiðin eins og þarf yfir það tímabil. Og svo í lokin byggjum við fyrirtækið að senda okkur smá skýrslu bara hvernig gengið hefur, hvernig var unnið að þessi markmiðum og ferlið. Að hluta til gerum við þetta fyrir okkar eigin skýrslugjöf, en að stærstu hluta gerum við þetta svo að fyrirtækið sjálf sé að skjalfesta sína sögu, af því að það eiga svart og hvítu hvernig var
unnið að ÖFS og geta sýnt fram á yfir nokkur ára tímabil mjög markvissa vinnu á sviði sjálfbærni sem að kristallæðist í góðum árangri bara óbúslega verðmætt fyrir fyrirtæki þegar þau fara að sækja sér frekar fjármagns eða fara á markað. Og þetta sýnir bara fram á bæði að þetta sé áræðanlegt fyrirtæki og með góða stjórnendur. Þannig að þetta svona okkar vinna og svo bara þegar það búið þá setjumst aftur niður, förum við listan, séu hvað hefur gerst og setjum niður ný markmið. Ég ætla ekkert að hafa þetta lengri í bili, bara takk kærlega fyrir mig. Takk kærlega fyrir þetta, Marta. Mér langar til þess að biðja Reyni og Margrét að koma hérna til mín og við ætlum að halda okkar bara hérna skynsamlega bil á milli okkar og opna fyrir spurningar úr sal og ég ætla þá að sækja spurningarnar. Já, það kannski eitt sem ég langar bara að draga fram bara úr því sem komið hefur líka, það er þessi virðiskeðja. Við tölum stundum að það sé krafa á stærstu fyrirtæki markaði, en þið heyrið það til dæmis í erindi Mörtu að þetta á við minnstu fyrirtæki líka, því við erum öll að tala inn í sama mengið. Og þegar stór fyrirtæki, lánastofnanir eða fjárfestar eru að gefa upplýsingar, reportera sjálfbærni vegferð sína, þá skiptir máli að öll keðjan sé að tala inn í sama mengið. Mér langar kannski bara kannski ein svona bara stutt spurning, við höfum ekkert voðalega langan tíma, en mér langar kannski að spyrja ykkur bara, kannski byrja bara þér, Marta, að því ég veit að það eru margir frumkvöðlar úti sem finnst þetta svolítið svona mikið verkefni, en það á líka við mjög stór og stöndu fyrirtæki stundum. Er það eitthvað sem að þið hafi hugleitt til dæmis hjá Eyri, sem að bara menntastofnanir eða yfirvöld eiga að vera að hugsa að gera núna sem vantar í grunninn? Já, þú ert með hana. Já, ég fekk hérna fína mæk. Það mjög góð spurning. Kannski bara, þegar þú nefnir menntastofnanir, að við byrjum að hugsa sjálfbærni í víðara samhengi, ekki bara sem umhverfisþætti, heldur líka félagsþættina og ég held að sérstaklega á COVID þá sáum við rosalega mikið hvað það skiptir miklu máli og hvað við eigum kannski ennþá langt í land. Þannig að kannski að koma með breiðari sjálfbærni vitund, bara frá, helst bara frá grunnskólastigi, byrja sem fyrst. Akkurat. Ég held að þetta sé nefnilega svolítið mikilvægur punktur. Það sem að mér langaði kannski að spyrja ykkur Margrét og Reynir, og það er spurning hérna sem að okkur barst. Ársreikningar félaga veita fjárhagslegar upplýsingar endurskoðun árið í dag. Sjáið þið fyrir ykkur að í framtíðinni verði þetta 2 skýrslur með sitt hvoru árituninni eða hinn eiginlega ársreikningur eins og við þekkjum hann og að sjálfbærni upplýsingar muni renna inn í hann? Þetta mjög góð spurning líka. Ég eins og ég sá á glærun hjá mér áðan, ég held að þetta verði 2 skýrslur og það verði 2 áritanir og fyrir því eru náttúrulega kannski 2 konar rök. Það er í fyrsta lagi í raun og veru skýrleikin, eða vera 2 staðlar sem fjalla þetta, þá er eðlilegt 2 skýrslur, en þetta er samt heildar upplýsingagjöf fyrirtækisins. Varðandi endurskoðunina, þá er það þannig að fyrirtæki hafa hingað til ekki haft neitt val það hvers slags vinnu endurskoðandinn vinnur fyrir þá. Það er endurskoðun á ársreikningum og það er könnun á árshlutareikningum og það er ekkert annað. Með, þetta var einföldun, þetta er svona staðfestingavinnan. En punkturinn sem er að reyna að koma að er að fyrirtæki hefur ekki val hvers slags vinna er, hvers slags staðfesting er. Varðandi sjálfbærnina hins vegar, þá er það allt annar handlegur. Það er annar staðall sem gildir það hvernig endurskoðendur hafa sínu störfum við það. Og það sem mér finnst svo frábært er að þarna hafa fyrirtæki val. Þau geta valið, annars vegar geta valið meiri staðfestingu eða minni, hversu mikið vilja leggja í þetta, og hins vegar
getur þau valið hvað á að staðfesta. Þeir geta, við sko fyrirtæki svo Nike lætur bara staðfesta kolefnisspor sitt og það finnst mér svolítið gott að fókusa á að staðfesta bara það sem skiptir máli. Talandi, vísandi í Halldór aftur, það þarf ekki að fara að staðfesta og setja endurvinna pappír á skrifstofunni og endurskoðunarfyrirtæki. Við erum ekki að eyða tíma og kröftum í það. Þannig að mér finnst það stærsti hlutur og ég vona að við förum ekki í þá vegferð að staðfestingin verði á allri skýrslunni að því þá missum við fókus. Landsbankinn og Íslandsbanki gerðu það og það er bara allir til dæmis í Svíþjóð að gera það en fyrirtækin þið hafi val og völdin eru þá komin til stjórnenda upplýsingagjöfina þar sem þau eiga að vera. Þetta er það sem skiptir máli. Herra endurskoðandi, frú endurskoðandi, viltu staðfesta þetta? Og þá eru líka skilaboð svo skýr til notenda hvað skiptir máli. Kannski ef að Reynir kommentar á þetta líka og mig langar að stinga inn ef ég má hjá þér Reynir, hvað með stafræna þróun? Mun bara allt kerfi bara breytast hugsanlega, þannig að staðfestingar endurskoðendur að gera skýrslur bara renna saman í eitt og verði svona bara tölvuvert kerfi, eða þess að stafrænt. Ertu þá að meina að allar upplýsingarnar verði bara sóttar sjálfvirt og það renni bara einhvern veginn sjálfvirt til endurskoðandans sem einhvern veginn til fjárfesta, endurskoðenda, markaðarins, neytenda, bara, þú veist. Akkurat, þetta er náttúrulega rosalega mikið manual vinna núna og náttúrulega kostnaður sem þá að einhverju leyti fyrir fyrirtækin að sinna og þannig að ég þannig að væri sko algjör drauma heimur ef þetta gæti átt sér stað einhvern veginn sjálfvirkt í framtíðinni. Ég held að það eru til fyrirtæki sem eru að reyna að gera þetta. Það getur þetta varðandi sem sagt óbeina losun, ég get séð fyrir mér að það getur verið svolítið flókið í framtíðinni en já, ég þori eiginlega ekki að segja neitt á hana diska hvernig það mun þróast sko. En það er mögulegt? Ég sé ekki af hverju þetta ekki verið mögulegt. Ég get ímyndað mér að það geti verið mögulegt og það þarf í rauninni bara að byggja upp þá capacity sko. Ég búa það kerfi til almennilega þannig að það virki. Eitthvað sem þú vilt bæta við? Nei. Nei. Þá er opnað þurreis á þetta málefni. Takk ykkur kærlega fyrir. Ég ætla þá að bjóða næstan í pontu, hann Bjarna Herrera og hann í sjálfbærniteymi KPMG. Hann stofnaði Circular Solutions fyrir nokkrum árum. Hann ætlar að fjalla sjálfbærni út frá sjónarhóli stefnumörkunar og mælanlegra markmiða, þannig að hann svona fulltrúi ráðgjafa og leiðbeinandi það hvernig maður byrja nú á að taka skrefin að setja sér stefnu og tala inn í þetta samhengi sem við höfum verið að heyra af til þessa. Gjörðu svo vel, Bjarni. Takk fyrir. Kannski rétt að taka fram að Reynir Smári stofnaði líka Circular. Þannig að það voru fleiri góði menn, þannig að ég veit að Landsbankinn í mjög góðum málum þessa dagana, hvað sjálfbærnimálin varðar. En bara virkilega gaman að vera komin inn á þennan vettvang félag löggiltra endurskoðenda sem ég hef svo sem talað við áður og gaman að sjá svona festu og FLE koma saman utan þennan málaflokk. Og svo náttúrulega sérstaklega líka gaman að vera komin til félagsins og KPMG. KPMG eins og markaðurinn kannski veit keypti okkar ágæta félag Circular núna síðastliðinn desember sem segir rosalega mikið hvar svona þessi Big Four fyrirtæki, hvert þau eru að stefna. Þau eru öll komin svona svolítið all in í þennan sjálfbærni málaflokk. Og kannski líka sérstaklega áhugavert að þessi Big Four og endurskoðendur almennt spila náttúrulega gríðarlega mikilvægt og stórt hlutverk í atvinnulífinu, eru mjög mikilvægt hjól í keðjunni til að auka bara svona öryggi
öryggi markaðsaðila og lesenda upplýsinga sem ýtir ennþá frekar undir af hverju þau eru komin svona markvisst inn í þennan málaflokk. Ef við byrjum bara á skilgreiningunum sjálfbærni og ég ætla að tala svolítið undirstöðurnar, kannski þessa þætti sem að Margrét var ekki að tala eða sem að hún markvisst sleppti áðan í sínu erindi. Hvað sjálfbærni? Við ætlum að mæta þörfum nútímans áðeins að koma í veg fyrir að börnin okkar og barnabörnin og komandi kynslóðir geti mætt sínum þörfum til framtíðar, hafi aðgengi að sömu náttúruauðlindum og svo framvegis. Og það snýst sjálfbærni og það ástæðan fyrir því af hverju við erum að reyna að koma fyrirtækjum í réttan farveg hvað þessi málefni varðar, af því að þau hafa náttúrulega gríðarlega mikil áhrif á hvernig aðgengi að náttúruauðlindum til dæmis til lengri tíma. Sjálfbærni þá markmiðið. Við vitum af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sem segja okkur að markmiðið sé ekkert hungur, engin fátækt og svo framvegis. Þannig að það eru markmiðið í sjálfu sér og þá spurningin hvernig við komumst að þessum markmiðum og þá höfum við þetta svona framework sem heitir ESG og auðvitað kannski áður fyrir vorum við með eitthvað framework sem að kallast samfélagslega ábyrgð eða corporate social responsibility sem kannski á undanhaldi þessa dagana á kostnað ESG. Það að segja ESG að koma miklu markvissara með hugsunina inn sem mælanleiki og áhrif. Og það snýst þetta og það snúast fyrir mín þau erindi sem voru hérna á undan mér. Mælanleika og hvernig staðfestur að þessi verið að mæla rétt og staðfestur áhrifin. Þannig að svona frá okkar sjónarhóli þá svona þetta ESG eða UFS framework kannski rétta leiðin að markmiðinu sem sjálfbærni. Og ef við hugsum okkur að því ég að tala hérna svona stefnumótun og mælanleg markmið og fleira sem þessar undirstöður sem að fyrirtækin þurfa að fara í. Og hérna sjáum við svona ákveðin píramída og við getum líka að hugsa okkur þetta sem ákveðin hring af því að það þarf alltaf að eiga sér stað ákveðin svona ítrun. Að undirstöðurnar undir sjálfbærni vegferð fyrirtækja það sem við köllum svona materiality eða mikilvægisþættir. Það að segja hvað hefur raunverulega áhrif á fyrirtækið okkar. Og kannski ekki bara það að það líka annað hugtak sem kallast double materiality. Þannig að þá snýst þetta ekki bara hvernig sjálfbærni hefur áhrif inn á við og hvernig heldur líka hvernig fyrirtækið sjálft hefur áhrif út á markaðinn. Þannig að þá verið að horfa á báðar hliðarnar af mikilvæginu. Og þetta undirstöðurnar sem þarf að leggja mikla og góða vinnu í að skilja, þannig að verið sé að horfa á réttu hlutina, það sé ekki verið að verja tíma og kröftum í eitthvað sem skiptir þá ekki máli. Út frá þessum mikilvægis þáttum mótuð stefna og stefnan þarf þá að reflekta mikilvægið og út frá stefnunni settir mælikvarðar sem aftur eiga þá að vera mikilvægis mælikvarðar. Og þegar mælikvarðarnir eru komnir, þá hægt að setja markmið og aðgerðaráætlun hvernig á að ná markmiðunum. Þannig að þetta svona kannski í einhverju mynd svona ákveðin lógískur píramídi í einhverjum skilningi. Ég ætla kannski að taka dæmi, 3 atvinnugeira. Hérna sjáum við svona sviðsmynd af 3 atvinnugeirum, fjármálageirinn, félagslegir innviðir, getur verið til dæmis menntastofnanir eða einhverjir innviðir sem að veita svona félagslega þjónustu og svo orkugeirinn. Ef við horfum á efri línuna þá þessar kökur að segja okkur að mikilvægið milli umhverfismála, félagslegra þátta og stjórnarhátta sem mynda þetta ESG mengi mismunandi á milli atvinnugeira. Og ef við horfum til dæmis á fjármálamarkaðinn, að þar sjáum við að stjórnarhættir vega langmest og umhverfismálin minnst.
og það er ekki að segja að umhverfismálin skipti ekki máli í starfsemi fjármálastofnana. Það er bara einvörðungu verið að benda á það að stjórnarhættir vega miklu meira. Þannig að það hjálpar líka stjórnendum, og ekki bara stjórnendum, heldur líka bara fjárfestum og ytri hagaðilum í að átta sig á því hvað skiptir máli. Eins og hefur verið nefnt núna nokkur sinnum á undan mér, að ef að fjármálastofnun væri einvörðungu að tala spörun á prentuðum pappír, þá væri fókusinn rangur. Þannig að það eru önnur mál sem skipta meira máli, svona í þessari einföldu mynd. Og ef við horfum á félagslegu innviðina, kannski felst það í nafninu sjálfu að sósíal hlutin eða félagslegi þættirnir, þeir vega hvað mest þar, af því að félagslegu áhrifin geta verið svo mikil, og ég er sammála Mörtu sem kom inn á það hérna áðan. Umræðan auðvitað síðustu árin á Íslandi hefur verið mjög mikið kolefnisspor, mælingu kolefnisspors, sem er gott og gilt og mjög mikilvægt og verður ekki síður mikilvægt, en áherslan á félagslegu þættina og svona social impactið af starfsemi fyrirtækja og verkefna, vægi þess mun aukast mjög mikið núna til næstu ára. Það sjáum við í þróun til dæmis á fjármálamörkuðum og fjármögnunarmörkuðum í Evrópu og Bandaríkjunum. Ef við horfum svo á orkugeirann, ímyndum okkur þessi stóru orkufyrirtæki sem við eigum, Orkuveita Reykjavíkur, Landsvirkjun til dæmis, þar er auðvitað verið að vinna með náttúruauðlindirnar sérstaklega. Verið að byggja stórar og miklar virkjanir, þannig að ágangurinn á náttúruauðlindirnar, jarðrask, líffræðilegan fjölbreytileika er gríðarlega mikil, þannig að þá er kannski lógískt í okkar huga að umhverfisþættirnir skipti hvað mestu máli fyrir orkugeirann. Og þetta aftur hjálpar stjórnendum þá svolítið að forgangsraða málunum. En þetta er það ÖFS-mengi og að því að við erum alltaf að vinna okkur í 8 markmiðum sem eru þá heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem ég nefndi áðan. Hvernig þá umbreytist í raun og veru þessu ÖFS-mynd yfir á heimsmarkmiðina, því að eins og við vitum þá eru til 17 heimsmarkmið og aftur talandi svona forgangsröðun og markvissa nálgun stjórnenda, þá geta fyrirtækin ekki kannski fókusað og veitt allri athygli sinni á öll heimsmarkmiðin. Þannig að út frá svona þessari mikilvægismynd þá er hægt að umbreyta því yfir í svona ákveðna forgangsröðun hvað varðar heimsmarkmiðin. Og það aftur er út frá viðskiptamódeli og mismunandi atvinnugeirum og hvar fyrirtækin geta haft hvað mest jákvæð og neikvæð áhrif. Og þegar þessar myndir eru komnar, sem eru þessar undirstöður sem eru mikilvægisþættirnir, þá er hægt að búa til stefnu, mælikvarða og fleira sem eru þá að veita rétta mynd af fyrirtækinu sjálfu og atvinnugeiranum. Og eins og komið var fram á hérna áðan, að þá er það þessi mynd sem á að birtast í skýrslugjöfinni, á vefsíðunni, í ræðum framkvæmdastjóra og stjórnenda fyrirtækisins, að það reflekti þessa mikilvægisþætti þar sem að félagið, fyrirtækið getur haft raunveruleg áhrif. Og hérna sjáum við bara dæmi svona hvernig mismunandi forgangsröðun getur verið í svona þessum ÖFS þemum á milli atvinnugeira. Og svo til að halda áfram, þegar þessar undirstöður eru komnar og stefnan er komin, mælikvarðarnir eru komnir, að þá byrjar þessi vegferð, eða heldur þessi vegferð áfram, skulum við segja. Og þá er gott að stika leiðina áfram og setja sér metnaðarfull markmið til lengri tíma og besta leiðina að þeim markmiðum. Með það markmið að lágmarka neikvæð áhrif og auka jákvæð áhrif. En þarna er mikilvægt að hafa í huga að þegar við setjum markmið að ná markmiðum getur kostað töluvert fjármagn til dæmis. Það þarf kannski að endurnýja tækjakost
eða fara í ákveðnar innviðafjárfestingar eða eitthvað slíkt. Og þarna auðvitað komin í mikilvægar svona trade-off ákvarðanir, hverju á að fórna og fyrir hvað. Því að einn stór hluti af sjálfbærninni augljóslega líka fjárhagsleg sjálfbærni. Þannig að ef að öll fyrirtæki markaðarins myndu bara segja, heyrðu, við ætlum að vera umhverfisvænasti fyrirtæki í heimi og leggja allan okkar pening og allt okkar fjármagn og allan tíma okkar starfsmanna í það að verða umhverfisvæn, þá myndi það gerast mjög hratt. En hvað með tekjurnar, hvað með kostnaðinn, myndi fyrirtækin lifa af. Þannig að það eru ákveðnar svona trade-off ákvarðanir auðvitað, eins og stjórnendur þekkja, og það svona gott að vega það og meta. En af hverju sjálfbærni? Rannsóknir, empirískar rannsóknir segja okkur að eins og Marta kom réttilega inn á áðan, það eru auknir tekjumöguleikar til staðar. Það hægt að ná fram kostnaðarhagræði, ekki bara í sinni eigin starfsemi, heldur líka í virðiskeðjum, því öll eru við og öll fyrirtæki eru hluti af einhverjum virðiskeðjum. Rannsóknir sýna að fyrirtæki sem að fókusa, og þetta alltaf út frá þessum útgangspunkti, að verið sé að fókusa á það sem að raunverulega skiptir máli fyrir hvern atvinnugera og fyrir hvert fyrirtæki. Að ef að fyrirtæki nálgast það með þeim hætti, að þá sýna rannsóknir að þau séu mun betur undirbúin undir breytingar í lögum og reglugerðum, meðal annars mögulegri skattlagningu á til dæmis losun kolefnis á kolefnissporið. Svo aftur, talandi mannauðinn, þá sýna rannsóknir okkur einnig að hæfasta starfsfólkið vill vinna hjá fyrirtækjum sem eru að beita sér í þessum málaflokki. Þannig að þetta snýst að halda góðu starfsfólki en líka sækja gott starfsfólk. Og svo sýna rannsóknir okkur að fyrirtæki sem eru að fjárfesta í þessari vegferð, eru að fjárfesta í umhverfisvænum lausnum og fleira, að sú fjárfesting muni skila sér til lengri tíma. Þannig að þetta var svona grunnurinn, og útgangspunkturinn hérna svolítið að fókusa á það sem að raunverulega skiptir máli. Fyrir nokkrum mánuðum síðan starfaði ég hjá 4 manna fyrirtæki sem var lítið í þeim skilningi en kannski spilaði mikilvægt hlutverk í þessu sjálfbærni mengi að veita ráðgjöf til fyrirtækja. Það breyttist núna áramótin, og núna ég farin að vinna hjá 280 manna fyrirtæki sem heitir KPMG. Og mér langaði bara svona að koma inn á að núna ég í þeirri stöðu að ég auðvitað að halda áfram að veita ráðgjöf til fyrirtæki út á markaði sem eru mjög metnaðarfull í þessari vegferð. En eins og ég nefndi, ég líka að vinna hjá 280 manna fyrirtæki. Þannig að þá þetta farið að verða líka mikilvægt fyrir okkur að fókusa inn á við. Því ég sé Sæmundur hjá Eflu verður í panel og eftir að bæði svona eins og KPMG og Efla að spila svona mjög mikilvægt hlutverk í samfélaginu, veita mjög mikilvæga þjónustu, koma að mikilvægum verkefnum. Að auðvitað þurfum við, eins og maður hefur bara tekið eftir hjá Eflu, að við þurfum að horfa inn á við og hugsa hvernig sjálfbærni snýr að okkar starfsemi og okkar öllu þjónustuframboði, ekki bara eins og í mínu tilfelli þeirri þjónustu sem ég að veita hvað varðar sjálfbærni. Þannig að ég vildi aðeins bara svona opna bækurnar fyrir audiensinu hvernig við erum að nálgast hlutina í því samhengi. Þannig að við sjálf erum náttúrulega búin að fara bara í gegnum öll þessi skref sem við erum að reyna að leiðbeina okkar viðskiptavinum að fara í gegnum. Þannig að, og auðvitað svona bara ákveðin auðmýkt í því að fara í gegnum það innan við sjálfur líka. Þannig að þessar myndir sem ég var að sýna ykkur áðan fyrir mismunandi atvinnugera, þær myndi líta út einhvern veginn svona fyrir starfsemi endurskoðunar og ráðgjafafyrirtækja. Þar skipta stjórnarhættirnir rosalega miklu máli og KPMG á alþjóðavísu hefur náttúrulega gefið það út að þau vilji vera svona trustworthy og bara most trustworthy company bara globally. Og við erum að vinna með mikið af viðkvæmum gögnum og fleira, þannig að þá skipta stjórnarhættirnir rosalega miklu máli, yfirsýn stjórnenda og stjórnenda, netöryggi
viðskipta siðferði. Þetta allt þættir sem skipta rosalega miklu máli hjá okkur. Og eins og við sjáum þarna eins og hjá fjármálastarfsemi, það kannski skipta umhverfismáli minna máli og ekki segja að þau skipti engu máli og við erum með metnaðarfull markmið að ná einhverjum net zero til skamms tíma. Þannig að við erum á þeirri vegferð, en svo þetta líka mannauðurinn. Þannig að þetta bara svona til að gefa áhorfendum svona ákveðna mynd af því hvernig þetta snýr síðan að okkar fyrirtæki alveg eins og við erum að tala aðra atvinnuvegi. Og við erum bara að halda áfram á þessari vegferð og ætlum bara að vinna skýrslugjöf og birta skýrslugjöf og setja okkur markmið og aðgerðaráætlanir og mæla hluti og taka þátt í þessari vegferð með okkar viðskiptavinum. Og eins og hefur komið fram á áðan að þá eru þetta svona ákveðið svona kaos á sjálfbærni markaðnum. Það eru rosalega mikið af leiðbeiningum, margt að huga að, og alveg eins og hin Big Four fyrirtækin og EY og Deloitte með okkur í dag að ég veit að þau eru bara að hugsa með sama hætti og ég og við hjá KPMG að við erum bara svona að taka þátt í þessu saman og vinna okkur saman í 8 markmiðum, heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og öðrum sjálfbærni markmiðum. Þannig að ég vil bara þakka fyrir og taka við spurningum ef einhverjar eru. Takk fyrir þetta, Bjarni. Kannski það er ein spurning sem að barst frá áhorfendum og hún er á þá leið fyrir frumkvöðla fyrirtæki, lítil til dæmis, eða meðalstór. Hvernig geta þau byrjað sjálf að setja sér stefnur og mælikvarða? Mælir með því að þau fari strax í samstarfi við svona stórt fyrirtæki eins og KPMG? Til dæmis eða einhver af stóru endurskoðendaráðgjafa fyrirtækjunum sem við erum að fjalla í dag? Já, ég held að öll þessi Big Four fyrirtæki vinna með stórum og litlum fyrirtækjum. Þannig að það alveg bara einn valmöguleiki eins og eru margir aðrir valmöguleikar. En kannski fyrst og fremst að allt það sem ég var að tala áðan á alveg jafn mikið við stór fyrirtæki, 500 manna, 400 manna, 1000 manna fyrirtæki eins og bara 4 manna fyrirtæki, 10 manna fyrirtæki. Þetta snýst að finna í hvaða atvinnugera er ég, hvaða þjónustu er ég að veita, hvaða neikvæðu og jákvæðu umhverfislegu og félagslegu áhrif er ég að hafa og eins og Marta var að koma inn á að sníða sér svolítið stakk eftir vexti líka út frá því. Þannig að lítið 10 manna fyrirtæki er ekki að fara að horfa á tugi mælikvarða eins og Landsbankinn, heldur þau eru kannski bara að fara að horfa á nokkra mælikvarða þar sem þau geta raunverulega haft áhrif. Og kannski bara ein frá mér í lokin. Ég meina, þú ert fulltrúi í dag fyrir mjög stóran hóp að sérfræðingum og ráðgjöfum, en þú hefur góða innsýn og mér langar bara að spyrja þig, í íslensku atvinnulífi þá á ég við opinberan rekstur og einkarekstur. Er þetta val? Að hugsa sjálfbærni? Já. Nei, þetta er ekki val. Takk fyrir það. Takk fyrir, Bjarni. Frábært erindi. Það langar mig til þess að bjóða glæsilegum panel, fulltrúum í panel, að fá sér sæti hérna á borðin fyrir framan mig. Og vegna út af sóttli, út af COVID-takmarkana, þá ætla ég að standa hérna í pontunni. Kannski fæ unnstein aðeins til að hjálpa mér að setja bara miðglærun okkar á. Í panel langar mig til þess að bjóða Gunnari Sveini Magnússyni sem er sjálfbærnileiðtogi hjá Ernst & Young eða EY, Sæmundi Sæmundssyni sem er framkvæmdastjóri Eflu, Hörpu Theódórsdóttur, sérfræðingi í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu,
fjárhagslegar upplýsingar ófjárhagslegar út frá því starfi sem þau sinna í dag en líka bara út frá þekkingu og reynslu því allt eru þetta flottir reynsluboltar. Ég kannski bara fæ að byrja á þér, Björgvin. Já, heyrðu, fyrirgefðu, það víst eitthvað. Og aftur. Þetta var geggjað intro. Þetta var geggjað, þú voru að minna hvert einasta orð. Ég ætlaði ekki að segja aftur samt. Ég var að segja að mér finnst frábært að við séum í vefútsetningu. Af því að svona fundir eiga það til að vera mjög fagur kór sem allir syngja sama tón og allir eru svakalega sammála og svo förum við út og enginn utan þessa kórs söng með. En við eigum það tækifæri þegar við erum í svona veffund, þar sem við minni skuldbindinga svona að tekka á þessu, að við séum ná aðeins út fyrir kórinn. Þetta var alltaf ekki spurningin sem þú komst með. Nei, bara mjög góða punktur. En sko, mér finnst eins og Bjarni nefndi það síðan áðan og fleiri, við erum ákveðin svona krossgötum. Það ég man bara þegar ég flutti til landsins aftur 2014, þá flutti ég inn gæja sem ég held að allir myndi hafa rosa mikinn áhuga á að hlusta á. En það hafði eiginlega enginn áhuga að hlusta. Menn mættu en heyrði ekki alveg það sem kom fram. Svo líður þessi ár síðan og það hefur gerst rosalega margt í þessum málum. Og það að við séum að ræða svona fundi, spurninguna sem þú komst með, það sýnir að við erum komin dálítið langt. Og ef þessi mál eru ekki rætt á þessum forsendum, þá eru málin ekki tekin alvarlega. Þannig ef við ættum ekki að staðfesta þessa þætti í businessnum eins og aðra, þá erum við svolítið að segja að þeir séu minna mikilvægir eða er ekki úrslita þáttur rekstrarhæfi fyrirtækjanna. Auðvitað eru þessar spurningar, þessir ófjárhagslegu þættir sem mætti þess að kalla sko, samfélagsreikning eins og rekstrarreikning eða eitthvað slíkt. Þetta er ekki kannski fjárhagslegar upplýsingar í sama skilningi og við þekkjum og þú veist, það er ekki að fara að svara kannski spurningunum rekstrarhæfi fyrirtækja til næstu mánaða eða árs eins og þegar verða staðfesta ásetningi. En það skiptir samt eiginlega engu máli, sko. Eins og Margrét nefndi, þú veist, þá eru spurningar sem munu verða stærri á endanum það hvort að þetta sé í samræmi við stefnu og slíkt. Og þá ertu komin inn í kjarnan og þá ertu komin inn í miklu meira spennandi spurningu heldur en nákvæmlega hvort það sé að endurvinna pappír, eins og nefndir áðan. Og þegar fyrirtæki fara að skoða þetta, þá sjá þau svo miklu betur hvaða sem raunverulega skiptir máli. Ef við tökum til dæmis bara retail-geirann, sko. Það er allir að pæla í hvort það séu plastpokar eða pappírspokar eða hvort það sé rafmagnsbíll eða ekki rafmagnsbíll. Allt fín mál, sko. En 60–70% umhverfisáhrifum þessara verslana væri sko hvaða vörur eru seldar í búðum. Og það er miklu meiri og stærri spurning heldur en hitt, sko. Og auðvitað er pappír og plastpokar fín áminning fyrir almenning að taka þátt í vegferðinni. En það getur skipt gríðarlegu máli bara fyrir búðina. Hvort þeir seldar sko 7 tegundar pasta sem eru með sko 90% mun og kolefnisspori sko, og þú getur sleppt í að bjóða þetta pasta eða hvað það er. Og þá ertu að breyta miklu meira heldur en allir plastpokarnir til saman, sko. Og ef þú ferð að staðfesta upplýsingarnar og skoða þetta svona skipulegum hætti, þá held ég að fyrirtæki séu líklegir til að komast að því hvar kjarninn liggur. Þannig að þetta virkar í báðar áttir í rauninni. Þetta líka speglar reksturinn manns og hvernig maður getur þá. Já, ég held sko að það að staðfesta upplýsingarnar sé sko svona yfirlýsingum þú takir málin alvarlega. En við gerum könnun hjá Deloitte fyrir nokkrum mánuðum þar sem við spurðum svona hvort að fyrirtækin væri á þessari grænu vegferð og margt gott kom út úr því. Það sem ég fannst kannski aðalega kom út úr því er að stór hluti af þeim sem svöruðu vissi ekkert alveg hvað þetta þýddi, sko. Og þú veist, svörin gáðu eiginlega til kynna að spurningar sem svona hreintrúaður kór svarar á nóinu, sko, þeir svöruðu þannig að það var augljóst að þú vissir ekki alveg hvað það er að tala um, sko. Ok, takk fyrir þetta. Nú langar mig að spyrja Hörpu bara fyrst að þú ert hérna líka við hliðina. Þú ert svona fulltrúi
akkúrat. Jæja. Já, ef við hugsum bara fjárhagsupplýsingar, hvað það? Jú, þetta eru upplýsingar sem eru mikilvægar fyrir eigendur, stjórnendur, fjárfesta og aðra. Og við sjáum það að þessar ófjárhagslegu upplýsingar, að þær eru komnar þangað í dag. Þetta eru mikilvægar upplýsingar sem að allir þessir aðilar vilja fá. Þannig að grunnurinn í rauninni sá sami, að þarna kallað eftir gagnsæi og það kallað eftir ábyrgð, það kallað eftir sameiginlegum ramma, þannig að það hægt sé að bera saman upplýsingar á milli fyrirtækja og geira. Þannig að þetta lítur að þínu sama, að þú ert að meta fyrirtæki og þannig að hvort við köllum það ófjárhagslegar eða fjárhagslegar, þetta á líklegast eftir að renna saman. Ég held það. Staðan í dag að við innleiddum með lögum ársreikninga þarna tilskipun Evrópusambandsins ófjárhagslegar upplýsingar og þar í rauninni svona fyrsta skrefi verið að taka þetta fyrsta skref, þar sem að stóru félögin geta eða í rauninni að vera hvetja þau til að hugsa þetta, stjórnirnar. Erum við með þetta? Hvað skiptir þetta máli? Hvernig gerum við þetta? Þau geta líka sleppt þessu með því að segja já, við erum ekki með neitt. Þannig að þarna svona möguleiki. Nú erum við að ganga lengra eða Evrópa, það sem ég sé á mínu sviði, að það að koma skoðuð útgáfa af þessari tilskipun og hún mun ná til fleiri félaga. Hún mun ná til minni félaga og við sjáum að það verið að kalla eftir nákvæmari upplýsingum og skýrslum og inn í þessari tilskipun að þá sjáum við að það gert ráð fyrir að það komi staðlar, alveg eins og við þekkjum alþjóðlega reikningsskilastaðla til þess að geta borið betur saman fyrirtæki, að þá sjáum við að það að koma staðlar á þessu sviði þessar svokölluðu ófjárhagslegu upplýsingar. Og þessi staðlar, þetta mjög metnaðarfullt því að fyrstu staðlarnir eiga í rauninni að koma fyrir reikningsárið 2023 og stefnt á því að þeim ljúki jafnvel 25, þannig að eða svona fyrsta skrefi. En við vitum auðvitað að allir svona staðlar eru í þróun. Þetta bara að gerast og þetta að gerast mjög hratt. Varðandi annað sem hefur að gerast hjá okkur að það að koma ný löggjöf fyrir fjármálageirann, þessi taxonomy skýrsla sem að þið þekkið, að það eru 2 reglugerðir sem að munu koma inn í lög fyrir fjármálageirann og það stefnt að því að það verði í haust. Þannig að mikið að gerast á þessu sviði. Reikningsskilaráð líka sem að í raun að fjalla svona fjárhagsupplýsingar, þeir eru að vinna með ársreikningaskrá að einhvers konar ramma eða leiðbeiningum. En mér langar að bæta við að því að það var verið að kalla eftir því verður þetta enn ein skýrslan til að fara eftir. Það sem við erum að sjá með þessari löggjöf í Evrópu að þetta kemur inn í löggjöfina. Þar af leiðandi komin einhver rammi sem að þarf að fara eftir og staðlarnir í rauninni gera það að verkum að þetta ekki bara enn ein skýrslan heldur og þarna grunnur sem að félög skulu fara eftir og þetta á að auðvelda þá samanburð milli geira og milli fyrirtækja. Þetta mjög skýrt. Takk fyrir þetta. Þannig að þú ert alveg svona því að þetta rennir saman fjárhagslegar og ófjárhagslegar og þú ert að tala að þetta mun kristallast í einhverja grunnbeinabyggingu og renna saman. Allir þessar ólíku leiðbeiningar það gott lógískt og skynsamlegt að vita til þess að þetta sé að renna saman í eitthvað gott stoðkerfi. Sæmundur, þú ert reynslumikill stjórnandi úr íslensku atvinnulífi, þú ert nýtekið við sem framkvæmdastjóri Eflu, þú varst áður forstjóri Borgunar og svo framvegis og mig langar að spyrja þig, hefur þú einhverja Já, merkilegt nokk, þá hef ég skoðun á því. Stuttasvarið nei, ófjárhagslegar upplýsingar nefnilega fjárhagslegar. Eins og við komum fram í dag þá sýna ótal rannsóknir það að fyrirtæki sem að
hugsa þessi málefni, ÖFS, sem að taka þetta með inn í sinn rekstur og ná einhvern veginn að gera þetta svona að DNA fyrirtækisins, þau ná betri árangri, þau skila betri arðsemi, þau sýna betri rekstur heldur en önnur fyrirtæki. Bara það, eitt og sér, ætti í rauninni að vera nóg, þó svo að megin náttúrulega heldur ekki gleyma því að þetta er ein af mörgum leiðum sem við þurfum að fara til þess að kljást við stærstu áskorun sem mannkynið stendur nokkurn tímann staðið frammi fyrir. Þannig að það er fátt eiginlega sem fer eins mikið í taugarnar á mér ef ég á bara að vera alveg hreinskilinn, eins og þegar talað ófjárhagslegar upplýsingar. Af því það er löngu búið að sýna fram á það að þessar upplýsingar sem við tölum sem ófjárhagslegar hafa bara bein áhrif á fjárhagslegu upplýsingarnar. Og núna erum við loksins að komast á þann stað að fjárhagslegu upplýsingarnar sem við þekkjum, ársreikningurinn, rekstrarreikningur, efnahagsreikningur, sjóðstreymi og skýringar, sem er meira minna samræmt. Það er blæbrigðamunur á þessu milli geira í atvinnulífinu. Allir vita hvernig á að túlka, allir vita hvernig á að bera saman. Þetta er bara búið að búa til mælikvarða á því hvernig fyrirtæki standa sig. Og nú verðum við, og erum loksins að sjá fram á það er að verða til samræmdir mælikvarðar á því hvernig fyrirtæki standa sig bara á víðari grunni. Og þó ekki nema bara til þess að fjárfestar og þeir sem eru að greina rekstur fyrirtækja geti þá borið fyrirtæki saman á þessum forsendum, vitandi það að þetta hefur bein áhrif á það hvernig þessi fyrirtæki standa sig rekstrarlega. Og ég held að á komandi árum með þessum nýju stöðlum og með þessum samræmdu mælikvörðum, þegar þeir líta dagsins ljós, að þá verði til svolítið nýr veruleika á því hvernig fyrirtæki raunverulega fara að horfa á sinn rekstur. Og þá förum við, held ég meira að segja, að fara að velta fyrir okkur hvort við þurfum ekki að fara að endurskoða ýmislegt sem við erum vön. Tökum bara skráð fyrirtæki í Kauphöll sem dæmi. Hefur það eitthvað upp á sig að vera að velta því fyrir sig hvernig fyrirtæki gengur á 3 mánaða fresti? Er það raunverulega eitthvað sem skiptir máli? Þurfum við ekki að horfa til lengri tíma? Er þessi 3 mánaða regla mögulega hreinlega að bjaga viðhorf okkar til þess hvað raunverulega skiptir máli í rekstrinum og hvort að fyrirtæki að ná árangri til lengri tíma litið? Þannig að, já, við þurfum að hætta að tala ófjárhagslegar upplýsingar. Takk fyrir þetta. Þannig að ég skilji þannig að við þurfum að tala þetta sem fjárhagslegar upplýsingar og svo kannski getum við rætt hvað það eiga þá að kallast í heildina. En þú ert líka að tala mjög mikilvæga hlutar sem er svona mjög sterkur hljómgrunnur fyrir bara víða heim, og það er að við förum að stunda meiri langtíma hugsun, og það á bæði við fyrirtækjarekstur, en það á líka við við ársfjórðungsuppgjör fyrirtæki. Þetta er eitthvað sem er líka áhugavert umræðum, langaði svona bara rétt að stinga þið inn. En Gunnar ætlar líka að kommenta á þessa spurningu, og mig langar að segja bara, Gunnar er með víðtæka reynslu, hefur unnið fyrir Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, þú ert nýgengi til liðs við Ernst & Young og þessi milli varstu meðal annars hjá Íslandsbanka þar sem þú varst líka að vinna mjög mikið að sjálfbærni römmum og svona innleiðingu þessara markmiða. Þannig að þú ert að tala úr öllum þessum ólíku áttum eins og allir hér í panel að sjálfsögðu, en mér langaði bara aðeins að spenna þetta mengi út. Þannig Gunnar, eru ófjárhagslegar upplýsingar ófjárhagslegar? Nei, og kannski bara til að bæta við að nú er búið að breyta heitinu formlega hjá Evrópusambandinu. Þannig að góðfræðinar sæmi varðandi þennan hlut er að 21. apríl var þessu breytt úr Non-Financial Reporting Regulation, Disclosure Regulation, í Corporate Sustainable Disclosure Regulation. Þannig að nú þurfum við að fá Hörpu og Halldór og alla sem eru heima að fara að uppfæra orðalagið í íslensku. Að við hættum að kalla þetta ófjárhagslegt, heldur kallum þetta sjálfbærni upplýsingagjöf.
Þannig að ég held að þarna er vonda Evrópusambandi hjálpa okkur aðeins, ég vona það. Þannig að ég er svo sannlega sammála því sem er komið fram og kannski svona innbræðis á því, sko, orðið það sem að Björgur nefndi með könnunni á Deloitte sem að við samanlega margt mjög áhugavert þar að það virðist vera að það vanti svona ákveðna grunnþekkingu á þessum fræðum í íslenskt atvinnulíf og ég svona byggði þetta á minni reynslu mitt úr Íslandsbanka að sem sagt, þegar ég kem þarna inn fyrir 4 árum á þessum tíma þá voru við svona eins og önnur góð félög á Íslandi að sinna samfélagsábyrgðinni. Þetta var mjög jákvætt og bankinn var stoltur af maraþoninu og flokkuðu rusl og svo voru sumir starfsmenn send til Afríku og vinna með Rauða krossinum og vorum bara að gera prýðilega hluti. En þetta var algjörlega fyrir utan reksturinn á fyrirtækinu. Þetta var bara eitthvað sem var nice to have. Og þegar við breyttum tókum svona grunnstefnu fyrirtækisins í gegn og það var ákveðin, nú þurfum við að taka sjálfbærni inn í grunnhugsun okkar og þannig að við breytum stefnunni og svo breytum við stefnunni og svo fyrir við ok, en breyta stefnunni en fyrirtæki er alveg að sama og þá þurftum við að hugsa ok, en hvernig breytum við frá stefnu í einhver svona komast á ákveðið stað og það náttúrulega þýddi að það þurfti einhver að gera einhver að vinna, það þurfti einhver að setja eitthvað aðgerðaáætlun í gang. Þannig að það þurfti að fara að setja einhverja resursa í málaflokki og þá færðist ég til í starfi og fór bara full time í þetta. Og svona eins og góður maður sagði við mig, sko, þar sem að fókusin þar orkaði. Þannig að ef fókusin út allt, þá orkan allt, þá nærðu ekki dýptinni og nærði ekki að komast rétt klóra yfirborði og ég finna svo sem núna og bara mjög gaman að segja frá Íslandsbanka sögunni því að hvað gekk vel, unnum með frábærum ráðgjöfum eins og Bjarna og Reyni að koma okkur á góðan stað en ég finna núna þegar ég komin til EY og að tala við forstjóra og framkvæmdastjóra og stundum svona allir mjög jákvæðir, fólki finnst þetta spennandi en stundum heyri ég svona, já, sko, við ætlum ekkert að vera með eitthvað sér manneski í þessu eða Siggi í þjónustöldinni, hann hjólar í vinnuna, hann ætlar bara að sjá þetta og þannig að við erum bara svona allir í sjálfbærni, öll fyrirtæki, sko, og ég svona hef yfirsýn og þá spyr ég stundum, já, ok, en þetta svona svipað þá eins og með lögfræðina, eru allir í lögfræðinni í fyrirtækinu eða með bókhaldinu, það allir í bókhaldinu, eða ekki, og Nei, við erum með fjárhagsdeild sem sér bókhaldið og við erum með lögfræðinga hér og við erum með áhættustýringu. Og þá mitt svona kvikna stundum hjá sumum, já, við þurfum kannski að fá einhvern eða það einhverja innan fyrirtækis að fara að fá ábyrgðina. Og það skiptir svo miklu máli að þetta sé sett inn í ábyrgðarsvið innan fyrirtækisins. Þannig að governance, eins og við köllum það á ensku, það sé eitthvað svona accountability. Og þar getur eins og stjórnin spila rosalega stórt hlutur. Að stjórnin fara að setja pressu á forstjórann eða framkvæmdastjórnina að það er að fara að taka þessi mál miklu fastari hlut. Þannig að svona, ég sé þetta sem stærsta svona vandamál í dag að svona skilningur og líka þá bara setja resursa í þennan málaflokk því að það er rándýrt að fá Deloitte og EY og KPMG til að gera allt fyrir sig. Og þannig úti virkar þetta ekki. Ef við skoða fyrirtækin úti, sem með einhver teymi af góðu fólki sem veit hvað sjálfbærni snýst og svo þarf að fara djúpar á honni og þá fáðu góða ráðgjöf að hjálpa sér. Og ég vona svo sannarlega svona að við förum að færast meira í þessa átt og við sjáum fleiri fyrirtæki setja þetta á oddinn og setja meira resursa í þetta. Takk fyrir þetta Gunnar. Þannig að við erum að tala um að þetta er raunverulega alvöru sérþekking sem þarf að vera inn í fyrirtækjum og við þurfum að setja resursa í þetta og ég held að við skiljum rétt að resursa þýði þá það eru vinnutímar, það er sérþekking en það er líka örugglega spurningum að brúa hæfnibilið á bara ólíkum vinnustöðum af því að við höfum sagt að nokkuð sinnum í dag þessi þróun er svo ör og ég held að Bjarni hafi notað orðið auðmýkt gagnvart í bara að við erum öll að læra þetta og við þurfum bara að læra svolítið hratt. En við þurfum líka kannski svolítið mikið að hjálpa stað. Við erum tiltölulega fá á Íslandi með stórt hagkerfi, þannig að þetta samtal hérna í dag er til dæmis mjög mikilvægt. En mér langar til þess að það er spurning sem mér langar að beina til þín, eða kemur frá áhorfendum til þín, Harpa. Það má halda
séu stærstu almennu hagsmuna aðilar í þessum málaflokki. Viðkomandi sem spyr finnst lítil áhersla hvað þá aðila varðar í lögum reikningsskil og aðila. Ættu opinbera aðilar ekki að sýna gott fordæmi í gerð sjálfbærniskýrslna? Og ég ætla að fá að bæta við og kannski vera leiðandi í því að leiðbeina rest í íslensku atvinnulífi. Að sjálfsögðu á hið opinbera alltaf að ganga með fordæmi en við verðum að gera þetta saman. Það er ekki hið opinbera sem á að gera þetta og þá erum við bara ókei. Þetta er hugsun sem að mér finnst við opnuðum á þetta í löggjöfinni fyrst fyrir stóru fyrirtækin. Að þau geti farið eftir þessu eða þá sagt ok, við erum ekki farið eftir þessu en það farið til að hugsa. Nú er þetta bara komið miklu lengra. Þetta verður að vera hjá okkur öllum, einstaklingum, fyrirtækjum, hinu opinbera. Því að þetta eru mál sem að skipta okkur öll máli upp á okkar framtíð. Þannig að já, og þetta er eflaust að koma meira inn í löggjöfina en þetta er búið að vera svona kannski nudging eða svona þú ert búin að vera að ýta í aðila. En þetta er bara komin út allt og við verðum að taka þetta til okkar, jafnvel, þú veist, sem einstaklingar. Já, þannig að í rauninni þá ertu að segja bara að hið opinbera er á sömu vegferð og fylgir lögunum, er það ekki, í því að upplýsa reportera sjálfbærni vegferð. Segðu mér eitt, og ég veit ekki alveg hvort þetta sé réttmætaleg spurning fyrir þig hér, en ég bara leikur forvitni að vita, eru einingar innan stjórnsýslunnar sem gefa út sjálfbærniskýrslur árlega eða samfélagsskýrslur? Ég veit að við gefum út skýrslu heimsmarkmiðin, en eru einingar sem þú veist til, hið opinbera er ofsalega stórt? Það var einmitt það sem ég var að hugsa. Ég sitt hérna með fjárhagsupplýsingar og reikningsskil fyrirtækja, endurskoðun og framvegis. Hið opinbera er gífurlega stórt og það eru margir, og þetta er á mörgum í rauninni borðum, samfélagsábyrgð. Ég kem kannski frá þessu frá fyrirtækjahliðinni en það er einmitt fjármálaráðuneytið og aðrir sem eru með hið opinbera innkaup og svo framvegis og þar eru verið að hugsa þetta líka. Þannig að ég held að hið opinbera er að vinna þessu, við fylgjumst með því sem að gerast erlendis, við sitjum á fundum og við tökum inn það sem að við getum og eigum að gera og förum þá eftir því. Mjög gott. Svo er þetta spurning líka frá áhorfendum. Ég ætla bara að fá að biðja ykkur öllum að kommentera stutt á þetta nema þið bara passið, þú veist, en þetta er hinn eiginlegi ásetningur hefur hingað til verið álitinn fyrir fjárfesta eða eigendur og lánastofnanir fremur en almenning. Í stóru myndinni þá erum við að færast úr því að tala að hagkerfi fjalla ekki bara að hámarka arðsemi hag hluthafanna, heldur hámarka verðmæti fyrir hag aðila. Þannig að við erum að tala hagaðila í breiðu samhengi. Það er starfsmenn í allir virðiskeðjunni, það eru viðskiptavinir, það er nærumhverfi, samfélagi nálægt manni og margir fella undir hagaðila líka náttúruna og umhverfið. Fyrir hverja er sustainability reporting? Á slík skýrsla að horfa fyrst og fremst til almennings eða fjárfesta og eigenda? Björgvin, þú brosir svo vel. Ít á takkan bara. Ég er heppinn að vera fyrstur, það er alltaf best í svona spurningum. Við sjáum náttúrulega í áskýrslunum og svona ásetningum undanfarin ára að framsækin fyrirtæki er svolítið að skilgreina áhorfendamengið víðar heldur en áður. Þannig að ég held að fyrirtæki vilji tala við samfélagið og alla haghafana allan sinn business og þar með talda þessa þætti og ekki síst, en líka hina Þannig að ég held að það sé svolítið saman. Varðandi spurningur varðandi hið opinbera, við sáum nýja innkaupastefnu ríkisins núna daginn, þar á sterkur sjálfbærni bæði úr fjármálaráðuneytinu og ríkiskaupum og náttúrulega Landsvirkjun hefur tekið þessi mál náttúrulega með gríðarlegu sterkum krafti og maður getur nefnt fullt af svona dæmum fleirum en
En það væri, ég held að sé alveg, tækifæri fyrir hið opinbera kannski einmitt að samræma sína upplýsingagjöf varðandi sjálfbærnimál. Svo ég svari ekki spurningunum líka. Já, takk. Gunni? Já, sko, það sem ég finnst nefnilega skemmtilegt við að sjá ákveðna jákvæða þróun og ég man sko, þetta fjármálastjórar eru spenntir fyrir þessu líka að fleiri og fleiri fyrirtæki verða að sameina ársskýrslu og sjálfbærniskýrslu. Þannig að þau eru búin að setja sig einhverja stefnu og þar sjálfbærni svona integral part og akkur ekki að gera skýrsluna eins. Og þar þetta að tengja bara þetta inn í þína grunnstarf sem miklu frekar. Þannig að ég mani svona, sko, tímabili voru flest fyrirtæki að gera einhverja samfélagsskýrslu og svo var ársskýrsla og svona stundum var þess að samfélagsskýrslan ekki eins og svona vistu á netinu, sko, maður var svona að hringja, eru þið með skýrslu? En fleiri og fleiri félög farin að gera þetta sama út af því held ég að þetta á við sko fjárfestar eru farin að horfa á þetta sérstaklega erlendis og þú veist ég held að sé einmitt svona sko þetta að byrja núna eins og við sáum hjá Mörtu áðan sko íslensk fyrirtæki, fjárfestingarfyrirtæki eru svona sum komin aðeins lengur en önnur og sem jákvætt en úti eru þessi sjálfbærni upplýsingagjöf voru bara critical part fyrir fjárfestara og ég held að það muni gerast í auknum mæli en ég held að fyrir sko hluthafa og starfsfólk og bara almenning fer þetta líka skipta með mál og þar kemur inn á þetta eins og Sæmi var að tala að færa sig sko frá þessi long-term pæling og fyrirtækin eru hugsuð og ætla sér að vera næstu 100 árin og þannig gengur þetta quarterly reporting og fókus á results þar það gengur ekkert upp til einhver tíma og þannig að ég myndi svara um þannig að gera efni líka aðgengilegt sko. Það skiptir máli. Ársskýrslur eru í dag eru rosa flotta, árs- og sjálfbærniskýrslur, orðnar mjög flottar og það er að gera infografíu þannig að þetta talar alveg til jafnt fjárfesta og almenning, finnst mér. Takk fyrir þetta Gunni. Mér dettur kannski í hug að tala þetta að koma svo skilmerkilega frá sér og skýrt og það samt þannig að þegar við sjáum sjálfbærniskýrslur sem eru aðgengilegar á netinu þá eru þær oft mjög ólíkar í útliti þannig að það er erfitt fyrir almenning að bera saman. Eða bara langflesta, þannig að Sæmi kannski þegar þú svarar þess að hafa í huga, þú ert með tæknina í baklandinu þínu, þú veist, hver svona þín viðbrögð við þessari pælingu? Já, sko, varðandi spurningunum það, sko, fyrir hvernig þessar upplýsingar? Óbeint eru þær fyrir alla sem áhuga hafa á, rétt eins og ársreikningurinn og ársskýrsla eins og við þekkjum hann. Gleymum því ekki, sko, hver einasti þáttakandi á íslenskum atvinnumarkaði er fjárfestir. Hann borgar í lífeyrissjóði og þeir eru stærstu fjárfestar á Íslandi. Þannig að það verður að höndla með eigur okkar og nota þessar upplýsingar til að taka fjárfestingar ákvarðanir. Þannig að fyrir okkur allavega óbeint, þó við höfum enga þekking á því að greina ársreikninga eða samfélagsskýrslu eða ársskýrslu eða hvað það er, þá er samt verið að nýta þessar upplýsingar í okkar þágu. Og það góða kannski við samfélagsskýrslur, eða við erum gaman að sjá hvernig það þróast með stöðlum, er að þarna eru upplýsingar sem kannski höfða til fleiri og fleiri skilja. Þú þarft kannski ekki endilega að verða sérfræðingur í lestri og greiningu ársreikninga til þess að taka samfélagspartinn frá fyrirtæki og lesa hann í gegn og í talningu þú getur farið að bera þessar upplýsingar saman og sjá hvað fyrirtæki standa í þessari vegferð. Að þá er þetta eitthvað sem að ég myndi halda að höfði til fleiri heldur en ársreikningurinn gerir í dag. Harpa. Já, ég hef oft fengið spurningu af hverju skylda að skila inn ársreikningi til ársreikningaskrár til opinberra birtinga. Og núna einmitt síðasta sumar þá var það sett í lögin að það skyldi vera ókeypis aðgangur að ársreikningum á netinu. Og þetta er til þess einmitt að allir aðilar hafi tækifæri til þess að fara inn og skoða ársreikninga fyrirtækja. Og það sem við sjáum er einmitt að neytendur eru að verða meira svona vakandi yfir við hverja þeir eru að versla eða við hverja þeir eiga viðskipti. Þannig að meðvitaði neytendur eru að nýta sér þessar upplýsingar. Og annað sem dettur í hug er að af hverju, það er önnur spurning sem ég fæ, af hverju eru þessar upplýsingar, af hverju eiga þær að koma fram í skýrslu stjórnar en ekki einmitt í sérskýrslu.
Og þetta er mikið áhersla lögð á í Evrópusambandinu að þetta skuli eiga heima í skýrslu stjórnar. Og maður velti fyrir sér einmitt að skýrsla stjórnar, hún fylgir ársreikningi, þarna eins og Margrét nefndi, ársreikningurinn skal geymdur í 25 ár. Ársreikningurinn er svona stabíll yfirlit félaga til lengri tíma sem þú gæti bæði leitað aftur og þú getur skoðað. Þannig að ég tel þetta eigi einmitt heima þarna og að það er mikilvægt að aðilar, að við gerum okkur grein fyrir að það er ekki bara fjárfestar og eigendur sem að nýta sér þessar upplýsingar fyrirtækja, heldur er neytandinn að koma þarna sterkt. Mjög gott, takk. Björgvin, þú varst með hugleiðingu. Já, ég held sko að það sem við þurfum að taka til okkur svona sem erum þessum innsta kjarna er hvernig getum við komið umræðinu og árangrunum út í því stærra mengi. Og svona minn mentor í þessum málum, David Chen, hann var alltaf sannfærður mig fyrir löngu sko að good business is good business. Og ég held við sem komum á þann stað núna með þeim árangur sem mörg fyrirtæki hafa náð, að við getum fara að segja mjög skýra dæmisögur af árangri. Þar sem sko þessum punktunum sem Sæmi nefndi hérna áðan sko að þetta séu fjárhagslegur árangur sem getur náð út frá þessum þáttum sem við stundum tölum sem ekki slíka. Og ég held að það sé næsti fundur eða það næsti fundur sem þú heldur er að við tökum svona dæmisögur af fyrirtæki sem hafa tekið svona ákvarðanir, komið skilmerkilega frá sér og séð árangurinn. Og það sem hangir þá saman við þetta er að okkar krafa til fyrirtækin er að þeir setji sér skýra mælikvarða á einmitt þessa hluti og markmið, ekki bara markmið, heldur líka sko mælanlega þætti. Því þegar við erum komið umræðinu þangað, þá er svo auðvelt að eiga samtali við fólki sem Gunnar nefndi áðan um það sem þetta er svona á að vera á kantinum hjá öllum og enginn er að spá í þetta. Því þegar ef þú ert komið með þetta þangað, þá eru komið næsta skref fyrir ofan og þá er sko kórinn orðin fjöldasöngur sko. Mjög góður punktur og ég kannski leyfi mér að bæta inn í að þessi mælikvarðar eru þá einmitt þar sem við tölum umhverfisþættir, félagslegi þættir og góðir stjórnarhættir og hagsæld sem ég held að sé þýðing, er það ekki Bjarna, á prosperity. Já, af því það er aðeins öðruvísi orð heldur en profit sem að hefur líka verið notað mikið. Já, Gunni. Bara nefna þetta, þú veist, og það sem hefur komið fram áður að sko, það sem er náttúrulega vonandi að fara að gerast er að þessi mælikvarði, þessi samræming mun hjálpa. Og svona ég fengi spurningu, já, en er þá nokkur ástæður að vera að byrja okkur núna? Þú veist, ekki bara bíða þangað þessi nýji staðall kemur og þú veist, þangað til bara er í steik frí. En sko, reynslan sýnt mann að þetta tekur tíma og þetta er eins og komið fram, þetta eru gríðarlega margir mælikvarðar í dag. Og þú veist, að það að alltaf bíða með þetta og svo, þú veist, þegar loksins kemur einhver stað og þá er ég tilbúinn, þá gætir við komin aðeins láglegt þessum tímarammi sem Harpa nefndi, þegar þetta er orðið bara hörð krafa. Þannig að það sem ég verið lagt áherslu því aðalega sem ég tala við er að, þú veist, settu hjólinn í gang, byrjaðu að skoða hver er kjarnastarfsemin, hvað er materiality hjá þér, byrjaðu á, þú veist, taka það sem að kannski flestir eru byrjaðir að gera, annarkvort Nasdaq ESG eða jafnvel bara Global Compact, bara komdu þér á stað og út frá því ertu þá byrjað á ferlinu. Þú er einhver aðili innan hjá það, þú byrjað að fjárfesta í þessum aðila, hún er byrjað að skilja svona grunnhugsunina. Svo þegar að þessi reglugerðar flóð skellur á okkur, þá ertu tilbúin sem fyrirtæki. Að þú ert ekki alveg óvar. Þetta er frábær punktur. Sko tíminn er aðeins að renna frá okkur og ég ætla að taka svona 1-2 mínútur í lokin bara til að draga saman, en út frá þessu punkti þá langar mig að láta boltan hoppa á milli ykkar og bara bókstaflega svara já eða nei af því að. Örstutt. Skiptir þetta máli fyrir samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja að gefa í núna og ef svo er út af hverju? Ef þú byrjar, Gunni. Já, ég held að skipti bara gríðarlegu máli að út af því að neytendur og fjárfestar og regluverkið er bara að fara núna að gera miklu sterkari kröfur þetta. Þannig að fyrirtæki verða að fara að hugsa þetta. Þannig að ég myndi segja tvímælalaust, bæði sko við tölum út frá stick and the carrot, prikið og gulrótin. Þeir sem fara að snemma á stað, það eru gulrætur í boði, bara eins og við séð sko sum fyrirtæki á Íslandi sem tekið þetta föstum tökum, þau hafa grætt á því.
Svo sjáum við svo annars staðar fyrirtæki sem eru að slugsa og hafa gert mistök, það hefur verið í fjölmiðlunum, þá færðu prikkið á það. Þannig að gulrót og prikk. Takk. Sæmi, kveikja á, já. Já, þetta skiptir mjög miklu máli. Þó sé ekki bara nema vegna þess að ég held að þetta verði svona vendipunktur hjá öllum fyrirtækjum í því hversu samkeppnisfær þau verða og þetta snýst bara alfarið það hvort að einstaklingar og fyrirtæki annars staðar, bæði hér heima og erlendis, eru tilbúin til að skipta við fyrirtæki og þau munu meta fyrirtækin út frá því hvar þau standa í þessu málflagi. Harpa. Já, tvímælalaust. Þetta er þróun sem er komin af stað og hún er komin á fullt og ef við ætlum að vera samkeppnishæf erlendis líka, að þá skiptir þetta máli og regluverkið er að koma á eftir. Björgvin. Já. Vel gert. Ég hef ekki fyrir að segja já, er það ekki fínt? Ég get bara tekið undir kollega mína. Flott mál, takk fyrir þetta. Ég ætla að draga saman bara í örstuttu máli það sem við höfum rætt í dag og mun án ef að gleyma einhverju en reynum mitt besta. Áður en ég geri það bara rétt að segja að þessi fundur verður fáanlegur, verður aðgengilegur á netinu áfram. Flestar glærurnar verða sendar til skráðra þátttakenda eftir fundinn. Við erum með yfirskriftina Ör þróun í heimi upplýsingagjafar, staðfestingar á sjálfbærni í rekstri. Svo kannski munum við tala sjálfbæran rekstur og síðan einhvern tímann einn daginn þá verður orðið sjálfbærni bara kannski svolítið bara óþörf. Við tölum bara rekstur af því þetta er orðið svo mikill partur af DNA-inu. Við byrjum daginn á því að fara yfir innsýn frá sjónarmiði endurskoðenda, Margrét Pétursdóttir. Ófjárhagslegir þættir eru orðnir lykilatriði í fjárfestingaákvörðunarferlinu og hjá ársreikningaskrá þá hefur skort á lykilmælikvarða en skráð félög hafa bætt sig mjög mikið á stuttum tíma og önnur fyrirtæki líka og þetta sýnir bara að við getum tekið fljótt við okkur og aðlaga okkur hratt. Evrópusambandið setur leiðbeiningar fyrir ársreikningaskrá og við erum að ræða í dag áritanir og staðfestingar á sjálfbærni upplýsingum og það er bara augljóst að þetta er í mikilli mótun en þetta við munum ydda blýanti mjög hratt, ef orðið það þannig. Og á skömmum tíma þá mun mikið af spurningum sem við höfum í dag vera svarað og mér heyrist á samtalinu í dag að lykillinn að velgengninni fjallar mjög mikið að í samstarfi opinberra og einkaaðila er mjög mikilvægt að huga að upplýsingaflæði. Að það sé aðgengilegt, sambærilegt og skiljanlegt fyrir ólíka aðila á markaði því þetta kemur okkur öllum við og við erum ekki svo mikið held ég að greina milli lítilla og risastóra fyrirtækja eða stóra fyrirtækja vegna þess að við höfum líka talað að þetta er allt einn stór hringur og hringrás og þetta tengist allt saman mjög mikið. Við tölum það að fyrirtæki sem eru með sjálfbærni mælikvarða, hvort sem er UFS eða GRI eða hvað það er, í kjarna í rekstri sínum, þeim vegnar betur. Og árið 2020 þá var merkilegt fyrir margar sakir en ekki síður þær að fjárfestingarsjóðir sem leggja áherslu á þessi markmið í fjárfestingum þeim vegnaði betur heldur en öðrum og það kemur inn á langtímahugsun, það kemur inn á útreikninga í áhættu fyrirtækja, hversu vel og ígrundað þau huga að atburðum sem geta átt sér stað í nánustu framtíð í samhengi þessara stóru áskorana sem við okkur blasa. Mest í deiglunni tölum við loftslagsáhættuna en líffræðilegur fjölbreytileiki er líka gríðarlega mikilvægur og mun vera vaxandi þáttur. Við munum tala meira félagslega þáttinn á allra næstu misserum og svo framvegis. Aftur, lítil fyrirtæki eru ekki undanskilin þessari þróun og mér skilst að það séu leiðbeiningar í farvatninu frá Evrópusambandinu til dæmis til þess að aðlaga þessi markmið öll að smærri rekstri sem er rosalega mikilvægt. Já, ég held að ég sé svona nokkurn veginn búin að fara yfir þetta. Við ræddum svo það líka í panelnum að
að ófjárhagslegar upplýsingar eru ekki ófjárhagslegar og mér heyrist að vera ákveðin samhljómi með því og mér langar kannski bara að segja við þá sem eru að horfa að þessi fundur í dag er afrakstur margra minni funda og samtala sem hafa líka átt sér stað. Bæði opnir fundir, lokaðir fundir, skraf og ráðagerð, allra þessara aðila sem koma að þessu fundi og þeir eru fleiri en hafa talað hérna í dag, af því að það er einlægur ásetningur að við samræmum hvað við erum að segja og miðla og að það sé skýrt fyrir þá sem eru að reka fyrirtæki í íslensku samfélagi. Við tengjum mjög mikið við, ekki bara á Íslandi, heldur ef þið fylgdust með umhverfisráðstefnu sem að Joe Biden stóð fyrir í Bandaríkjunum að degi jarðar nýlega, þá er svona lykilorð hagvöxtur og nýsköpun í tengslu við loftslagsmálin sem að segja okkur það að nýsköpun skiptir rosalega miklu máli ef við ætlum að ná að koma okkur út úr þeir hremmingum sem við erum í og erum á leiðinni þegar kemur að hlýnun jarðar og það er eitthvað sem við höfum öll að taka til okkar. Stofnanir, stjórnsýslan, fyrirtæki öllum stærðum að gera hversu stór þáttur ykkar starfsemi er nýsköpun. Það er að segja, markvisst verið að takast á við áskoranir sem blasa við okkur í samtímanum og það leiðir svo aftur að sér starf frumkvöðla og hvernig þeir eru hvattir til og studdir til þess að stofna fyrirtæki þar sem að hjartalagið eða innsti slátturinn er good business is good business, eins og Björgvin kom inn á áðan. Mér langar í lokin bara að þakka félagi löggiltra endurskoðenda kærlega fyrir frábært samstarf og fyrir að bjóða okkur og kosta til þessa fundar hér, glæsilega útsendingu líka. Ég vona að allir sem eru að hlusta hafi notið vel. Ég veit ekki með ykkur en mér finnst gott að hlusta á svona tæknilega fundi oftar en einu sinni. Þannig að ég mæli með því að þið fylgist með hvar við geymum fundinn og sýnum hann. Það verður til dæmis á heimasíðum Festu og FLE. Ég held að það sé ekkert meiri bili frá mér. Bara þakka ykkur öllum kærlega fyrir að gera þennan fund innihaldsríkan. Takk fyrir okkur. Takk.